Velkomin í GFF podcasti. Allt jiu-jitsu, fyrir jiu-jitsu. Í Ármann. Bara þess að glíma við okkur. Bara judo, jiu-jitsu, æfa saman. Hvenær þetta? Þetta, oh my god, ég er hræðileg í árum. Það mun koma í ljósi þessum viðtali. Þetta var bara fyrir mjög mörgum árum síðan. Nei, þetta var svona 2010 kannski, ef ég var að segja það. Cirka þá, skilur við. Mér minnir á fyrsta, ég ætlaði að googla þetta. Mér minnir á fyrsta Mjölnir Open sem ég keppti á hafi verið 2010, ég er ekki 100% viss, eða 2011, það er eitthvað hann í kringu það. Þannig að þetta var kannski 2010, þá komið ég heimsókn, þá var ég samt sko all in í júdóni, þú veist, þá var enginn að fara að láta mig gera eitthvað annað. Svo kom eitthvað svona ár á Íslandi, það sem að var rosalega lítið farið út að keppa. Ég man ekki að ég held að þetta sé 2010, ég segjum bara eitthvað tíma hérna í kringu það. Og þá ákveði ég að keppa Mjölnir Open. En ég var samt ekkert búin að æfa jiu-jitsu per se. En ég hugsaði bara eitthvað, herðu, keppnisreynsla, keppi nógi, bara why not? Þannig að ég tók hana æfingu með þjálfarannum mínu kvöldi fyrir, bara eitthvað, herðu, ok, hvernig kasta ég í engum galla? Og við vorum eitthvað að fara yfir þetta, svo bara mætti ég á mótið og ég man ég lenti í bullandi vandræðum á móti Auði Olgu í fyrstu glímun okkar. Þú veist, þá náðum bakinn og hún var byrjað að safna stigum og ég var ekkert að fatta hvernig þessi stig virkuði. Nei. Svo einhvern veginn náði ég að bjarga glímunni og náði að vinna og þá var ég svona komin í gír, sko. Þannig ég náði að vinna, veist, báða flokkana, minn flokk og opna flokkin. Án þess að nota jiu-jitsu. Já, í raun og veru, þú veist, ég náði einhverjum handalás sem var svo júdólegur, bara eitthvað með kesagata með og tróða hendin eitthvað þarna. Þetta var alveg svona, og svo náði ég sígel úr mant eitthvað sem var meira bara svona að því ég gert það í júdó, skilur, í galla. Þannig að þetta var mjög svona, en þá fann, þú veist, þetta var ógeðslega gaman. Þú veist, að keppa í þessu. Þannig að þá fór svona kom smá áhugi. Þannig ég man 2000, þetta hefur örugglega verið 2009. Við finnum út úr þessu. En svo sem sagt, svo 2011, þá var ég komin svolítið leið af júdóinu. Og ég fann að mér vantaði eitthvað annað. Þú veist, ég var búin að vinna allt sem ég gat unnið með þann stuðning sem ég var að fá hérna heima. Þú veist, það var alveg þannig, þú veist, ég var ekki að fá nógu góðan stuðning og ég var búin að vera Norðurlandameistari oftar en einu sinni, ég var búin að vera smáþjóðleikameistari oftar en einu sinni, ég var búin að vinna Íslandsmeistaramóti, skilurðu, allt og oft og ég var bara eitthvað, ok, veist, ég er ekkert að fara að ná, þú veist, þetta eru mótin sem ég er búin að vinna, þetta eru mótin sem ég fæ að fara á, þú veist, af hverju að halda áfram. Ég var svona smá þar. En það var ekki stefnu að tekinu ólympíuleikana eitthvað svoleiðis? Jú, ég var nefnilega alltaf með stefnuna þangað, sko. En stuðningur er þetta að tala bara fjárhagslega bara? Já, fjárhagslega bara frá JSI og veist, svona alls konar pólitík sem ég ætla ekki að fara í þessu þætti. Alls ekki. En við nennum ekki að tala um pólitík. Alls ekki. En sem sagt, þá fór ég svona eitthvað og þá kom auglýsing, það var mjög fyndið að kom auglýsing frá Árna Ísaks. Já. Það sem hann var með MMA námskeið. Og ég hugsaði bara, já, skelli mér á það. Og þar kynnist ég, sko, bara fyrstu kynni mín, skilur, það var í Combat og þar kynnist ég Magga og Bjarka, skilur, bræðrunum. Já. Og Binni sem er í Mjölni, þú veist, við vorum þarna nokkur sem erum öll svartbelti í jiu-jitsu í dag, skilur, sem komum á þetta námskeið hjá Árna og ætlum bara að verða einhverjir MMA-bardagappar sem að sumir urðu, skilur, Bjarki og Magnús og svona. Ég fór ekki alveg þangað, en þannig komst ég inn í jiu-jitsuið. Þá fór ég, veist, kynst ég Daðasteini og Arnari og allt þetta, sko. Já, það er svo gaman að vegna þess að það er svo mikið af fólki sem byrjaði í MMA, eins og Eiður, hann alltaf var MMA-stjarna, og svo mikið af þessu Daði, hann vildi vera eitthvað svona MMA, en enda allir í jiu-jitsu. Já, nefnilega, sko, af því að það er bara svo skemmtilegt. Já, þú veist, það er ógeðslega gaman, ég er alveg ógeðslega gaman að þessu. En hver voru svona helstu þjálfararnir svona fyrst í jiu-jitsu og hvar varst að æfa fyrst? Ég var að æfa í Combat. Ég var svona líka í júdó. Ég bara æfi í þeim klúbbi sem ég þarf að æfi, skilur. Og ég var alveg, og ég þól ekki svona, þú veist, að vera eitthvað einn klúbbur.
þú veist, að eilifu allt þitt líf eitthvað svona, þú veist, auðvitað ef þú finnur góðan klubb og góðan þjálfara bara æði, en þú veist, það líka bara allt í lagi að breyta til og það allt í lagi að æfa annars staðar og þú veist, að það eiga bara, þú veist, þetta á að vera þannig íþrótt að það eiga allir að vera bara herðið frábært, meðan að þú ert glaður og það gengur vel hjá þér, að þá bara go do yourself, sko. Klárlega. Þannig að ég byrjaði í Combat þar sem að Arnar var að þjálfa en ég myndi segja, veist, Daði Steinn var rosalega mikið að þjálfa mig. Já. Þannig að ég fekk bláa beltið mitt hjá Arnari og svo náttúrulega lokaði Combat og þá fór ég í Mjölni, fekk fjólbláa beltið mitt hjá Gunnari og svo fluttum við til Akureyrar og þá fór ég að æfa í Fenri hjá Ingþóri var þar alls svolítið, svo náttúrulega lokaði Fenrir, svo opnaði Atlantic og ég fekk brúnabeltið mitt hjá Tomma og svo flyttið við til Reykjavíkur og þá náttúrulega fer ég að æfa hjá Daða Steini og fæ svartabeltið mitt á Daða Steini og ég var rosa glöð með það því fyrir mér hefur Daði Steini alltaf verið minn helsti þjálfari, skilurðu. Hann sá sem kendi mig grunninn og... Já, ég er mjög ánægður að vera á Daða allavega. Ég ætla að fá svartabeltið mitt hjá Daða. Já, ekki. Já, algjörlega. En hvað er svona helsta, því að ég var að pæla í það, svo búin svo mikið í júdó og svona dót, hversu mikill munur og hversu mikill breyting er að komast úr júdó í jitsúnu? Það því að ég hef lent í júdóköllum sem að eru, þú veist, að kasta svona svo bara leggjast á magan þegar þið þarf að, þú veist, að gefa bakið. Það er náttúrulega allt öðruvísi, þú veist, í júdóinu, þá að því að það gengur svo mikið út á standandi. Já. Þú veist, að þú færð ákveðin tíma í gólfinu, þú veist, en ef ekkert gerist innan ákveðinast tímaramma, þú veist, þá er dómarinn bara að fara að segja ykkur að standa upp. Já, en þú mátt sækja í armbar eitthvað svona í júdó. Já, þú veist, það er ekki fótalausar, en, þú veist, armbar hengingar. Já, þannig að þú mátt alveg fara í búin og eitthvað svoleiðis. Já, 100%. Okay. Þannig að það tvent, þú veist, eftir 15 ára eða eitthvað svoleiðis, minnum mig. En það er bara, veist, júdóið hefur aldrei verið rosalega sterkt í gólfinu, veist, en það gengur svo mikið út á það að bara, veist, annarkvort ert að fara að ná einhverju eða þá að þú ert að fara bara að bíða þá til að dómarinn segir matte, skiljur við. Þannig að ég held að júdófólk hafi rosalega gott af því að fara í jiu-jitsu bara til þess að fá fjölbreytileikan í gólfglímunni, þannig að geti búið til einhverjar opnanir, þú veist, í gólfinu og þú veist, mér fannst það alveg sjálf, ég fór alveg að keppa í júdó eftir að hafa verið í jiu-jitsu og svo ég fór að vinna miklu meira í gólfinu heldur en ég hefði gert áður. Ég var rosalega mikið standandi manneskja, þú veist, í júdó. Ég var svolítið bara standandi og svo bara vörn í gólfinu og svo bara upp aftur. En svo breyttist það þegar ég fór að æfa. Þá fór maður svona að finna... Eitthvað meira. Já. Er þetta svona svipað sem mér finnst þess að júdó kallar ég að fara að æfa júdókosta því ég kann ekki neitt júdó eins og ég er að glíma við þig. Þá er ég alltaf bíða eftir að mér kastað því ég vill ekki púla gard. Akkurat. Það muna. Ég veist júdó mjög falleg og skemmtileg íþrótt. Man alltaf sá það mikið meira á RÚV júdó. Það er ekkert jiu-jitsu næsta. Ég kynntist ekkert jiu-jitsu fyrir bara þegar Mjölni var að byrja og tók ég 2-3 vikur þar og svo hérna. Já. Akkurat, en júdó er náttúrulega bara ótrúlega flott og bara fyrir mér skilur bara fyrsta ásti mín í íþróttum skilur, þetta er geggjuð íþrótt á margan hátt, ótrúlega mikill sprengikraftur sem þú þarft að hafa og þarft að æfa mikið og þú þarft bara að performa sko, þú veist, og ég kepp á júdómóti, ég er bara svona 10 daga að jafna með eftir það skilur, ég kepp á jiu-jitsu móti, þú veist, kannski svona smá einn daginn eftir en ég veist samt ekkert eitthvað rosalega. Ég keypti í gær og fann smá. Já, þú veist, að keppa á júdómóti það er bara eins og strætó hefur kert á mig sko. Já, hvað eru margar, ef þú ert að keppa svona á leikum, hversu margar glímur ert að taka þá í? Þú ert að taka, þú ert kannski á okkur svo stóru móti þar sem þú ert að fá svolítið að glímu, þá ert kannski að taka, svona 5 glímur, skiluru. Já, hvað er hver glíma löng? 4 mínútur, var alltaf 5 mínútur, það búið að breyta í 4. Og svo getur orðið náttúrulega, ef það er ekkert, ef það er jafnt, að þá byrja bara tíma að telja upp á fyrsta skori. Okay. Það er ekkert bara eitthvað 5 mínútur í uppreis, eitthvað svona uppbóta tíma, það er bara endalausu tími upp þangað til að fyrsti skorar, sko. Og ég hef séð glímu sem hefur verið 20 mínútur þar sem að báðir einstaklingar voru bara að deyja skilur og þetta var held ég næstu í fyrsta glíman þeirra á mótinu og maður hugsaði bara hvað guð mig góður að fara svo að glíma eitthvað aðra glíma eftir þetta sko. Ok, það er þetta rosalega mikið. Já. Shit. Hvort finnst þið vera tæknilegra júdó eða jiu-jitsu? Sko jiu-jitsu
erfitt að segja. Ég myndi segja jiu-jitsu allan daginn í gólfinu, sko. Já, en ég ætla að tala um heildina. En við erum að tala um heildina, þú veist, þá það bara svolítið 50-50, sko. Já. Ég myndi segja, þú veist, judo náttúrulega ótrúlega tæknísk íþrótt. Já. Þú veist, þú ert ekkert að fara að verða bestur í heimi eða þú ert bara með eitthvað brute force, sko. Nei. Þú veist, auðvitað hjálpar það að vera sterkur allt það, sko. En þú þarft líka að vera taktískur. Þú veist, þú þarft að kunna hreyfa þig til hliðana. Þú veist, þú þarft að kunna finna engul, þú veist, á það, þú veist, hvenær þú átt að kasta, skilur. Þú veist, bestu júdómenn í heimi eru náttúrulega bara rugl tæknískir, sko. Ég finna með þegar glímaði þig og Sigurpál að þá það alltaf komin í engulið og ég alltaf að reyna að passa að fara ekki engulið en þá þið komin með engul og hinum og ég fer á hausinn. Þannig að mér finnst alltaf að vera svo fallið þegar ég að glíma ykkur hversu góð þeir að koma mér í engul. Já, akkurat. Það náttúrulega bara 100% bara parturinn af júdó að finna þetta, skilur, og þú ert að gera það líka, skilur, og þá verður þetta, mér finnst alltaf besta myndir sem ég sá einhvern tímann bara, þú veist, það var eitthvað svona try throwing a person that's trying to throw you. Þú veist, það bara drullu fokkin erfið, skilur. Já, líka þú veist að komin þessi 20 mínútur að kasta hvernig verið, ég held að segja alveg hrikalega erfið. Enginn að gefast upp. Nei, þannig að ég myndi segja að þetta væri bara svolítið 50-50 varðandi, sko, hvor íþróttin tæknileg. Já. Þú veist, það fer bara eftir hvað þú ert að skoða, sko. Já, myndir þú keppa aftur í júdó? Ég ekki viss. Nei. Ég myndi keppa aftur í jiu-jitsu. Já. Ég veit ekki með júdó, ég man bara að ég tók eitt svona loka ár í júdó, þú veist það sem ég keppt á Íslandsmeistaramótinu, Norðurlandameistararmótinu og smáþjóðleikunum og tókst að vinna allt, þú veist, þetta var bara eitthvað svona, mér vantaði að fá að ég reyndi að kveðja júdóið 2015 og það mistókst, þú veist, þá mist ég, þú veist, þá náði ég kepp á Íslandsmeistaramótinu en ég komst ekki á Norðurlandameistararmótinu, ég man ekki hvað það var eitthvað 2015. Það var eitthvað mót sem að klikkaði að þessum topp 3 og þannig að ég hugsaði bara ok, einu sinni og svo þetta bara búið og 2017 og það var bara geggjað, skilur, ég var 2-faldur Norðurlandameistari, 2-faldur Íslandsmeistari og smáþjóðleikameistari og það var bara ógeðslega gaman, ég var ónýt eftir það, sko. Ég var bara eftir smáþjóðleika af því að þú veist, á smáþjóðleikunum keppur í einstakling og svo líka í liðakeppni. Já, og sem ógeðslega gaman en ég var bara alveg búinn, sko. En hvernig virkar þá liðakeppni? Er það bara svona eins og kvintet? Það bara kvenna og kalla, já, veist, og í raun og veru það bara útsláttakeppni, veist, og þá þeir eru 3 í liði, þannig að það eru bara einhver 3 þyngdaflokkar valdir, það er bara eitthvað mínus, í kvenna var það, veist, mínus 57, mínus 70 pluss 70, eitthvað svoleiðis. Kalla eitthvað annað. Þannig að, veist, á Norðurlandameistararmótinu tókum við líka liðakeppni, en þá var það, sko, blöndulið, sem kalla á kvenna og það var ógeðslega gaman. Ok, það þetta hljóma mjög spennandi. Það mjög skemmtilegt, sko. Mér langar rosa mikið að sjá svona kvintet hérna heima. Já. Vera þú veist með bestu blábeltin, fjólblóma og allt þetta og vera að taka út þess að svona. Já, mjög skemmtilegt, sko. Það nefnilega, liðakeppni nefnilega, hún ógeðslega skemmtileg, sérstaklega að þú ert í svona einstaklingsíþrótt. Það svo gaman, ég myndi ekki alltaf vilja vera í liðakeppni, það ekki það, sko. Heldur bara að sé endrum og eins, kannski partur af einhverju móti eða, þú veist, eitthvað þannig, sko, af því að það bara svo skemmtilegt, sko. Ég man þegar ég var að æfa í Kanada, ég fór að æfa með kanadíska landsliðinu. Í júdó? Já, í júdó, 2007 eða eitthvað, og þá var, þá keppti ég ég fóð með þeim til Bandaríkjana, keppti á opna bandaríska, fyrst skipti ég keppti við Ronda Rousey. Nei. Og þá svo fórum við tilbaka og kepptum á opna kanadíska eða eitthvað svoleiðis. Ég fór hann í mánuð, ég keppti á 3 mótum og æfði þau 2 sorta landsliðinu og eitthvað. Og svo var liðakeppni. Kanada á móti Bandaríkjunum eftir sem sagt opna kanadíska og það var svo klikkuð stemning í salnum, þú veist þetta var bara og svo, veist, það var bara svona stál í stál, veist, Kanada móti Bandaríkjunum og inn á vellinu var veist, Ronda Rousey og svo kanadíska besta sem ég man ekki hvað heiti núna, ég var að æfa með henni og hún var líka svakaleg, þær voru báðar ógeðislega góðar, bara tala um báðar skilja að fara á Ólympíuleikana og eitthvað
og þær voru bara inn á vellinum að sparki hvora aðra í svona góðar 3 mínútur meðan að sko salurinn var bara algjörlega sturlaður og þetta var bara eitthvað svona sá sem að vann þessa glímu þú veist, það land var að fara að vinna og það var bara eitthvað svona klikkað sko. Og þetta svona, þetta fáið ekki alveg í einstaklingsíþróttinni skilurðu. Nei, það er galað á móti Ameríku. Keftirðu við Ronda Rousey? Já, 2 Já, hvernig fór? Ekki vel. Sko það fór aðeins betur minnir, í Sydney, já, þetta var mjög fyndið, ég var út í Kanada var að æfa hjá okkur æðislegum Japana sem að og ég var náttúrulega bara ein skilur ég fóð með kanadíska landsliðinu yfir og við erum að keppa opna bandaríska og japanski þjálfari svona vorkenni mér eða því ég er náttúrulega bara eitthvað ein hann svona kemur til mín bara já og hvernig ert þú með í næstu glímu og þá var Ronda nýbúin að vera í öðru sæti heimsmeistarmótinu eða eitthvað og ég eitthvað, ég er enda með Ronda Rousey hún bara eitthvað, já, herðu, ok hún er góð í þessu og hann bara, hún er eiginlega bara góð í öllu og ég bara, takk fyrir þetta var peppandi það var alveg svona, ok en þú veist, svo var hún bara sjúklega góð skilur og var náttúrulega bara mjög aggressív og ógeðslega sterk og var mjög góð í standandi sko. Já. Og en ég tapaði fyrir henni þannig og svo keppti við hann aftur í Svíþjóð þá gekk mér aðeins betur á mótinni þú veist, hún var svona en ekki nógu vel skilur og það er líka held ég svo mikið veist, þessum tíma þá var ég að láta hausinn minn spila svo mikið með mig hvað þá lenda móti einhverjum svona bara eitthvað jæja ok en veist, svo keppti ég við franska stelpu á heimsmeistaramótinu sem að var bara veist, númer 1 röngu skilur og mikið ekki ógeðslega vel á mótinni þú veist, en þá var ég líka með þjálfara í hotninu sem var að kótsa mig þú veist, og var bara, veist, en auðvitað var ég náttúrulega svolítið mikið að spila hennarleik, sko, þannig að ég var rosalega mikið að, veist, setja hliðina fram sem að þjálfarinn minn var búin að sjá að hún væri veikar fyrir, þú veist, þannig að ég var svolítið að spila inn í hennar, ég var ekki að spila mitt game, en þá gekk mér rosa vel og ég stóð í henn alveg, þú veist, það var hálfmynd eftir eða eitthvað, hún náði að vinna mig í gólfinu, en hún var alveg þekkt fyrir að kasta, hún var að vera mjög reið, og svo heyrði ég eftir þetta mót, þú veist að það var búið að betta alveg þvílíkt gegn mér. Það var eitthvað svona bett, var eitthvað svona nýtt á þessum tíma, þetta var 2009 eða eitthvað. Og ég var bara, ok. En þú veist, allir að betta, ég myndi tapa á fyrstu mínútinni, skilur. En hélst út? En ég hélt út, Já, vel gert. Já, magna, ég vissi ekki að það verið keppað að Ronda Rousey. Það kemur ekki neinstæða fram þegar maður googlaði þetta. Það var einhver blaðagrein sem að, eitthvað svona, þegar Ronda Rousey var að keppa í MMA eða eitthvað. Þá var ég ekkert beðin að svara eitthvað, þú veist, hvernig ég held að færi á móti Holly Holm, já. En hún var náttúrulega bara, hún var svakalegur íþróttamenn, sko. Já, hún er það. Það var alveg geggjað að fá að keppa hann og svo var ég náttúrulega æfingabúðum með henni oft og var að glíma hann á æfingabúðum og svona. Já, það er geðveikt. Það er klikkað. En hver hefur verið svona þinn helsti æfingafélagi í jiu-jitsu-unu yfir öll þessi ár? Wow. Það sem búin að ferðast ansi mikið allt sko, ég get ekki valið eitthvað einn sko þú veist, helsti æfingafélagi sko, ég myndi alltaf segja Adam á Akureyri ég myndi segja að hann væri veist, hann er alltaf einn á mínum upp á alls, hann er líka með svartbelt í júdó þannig að við vorum að þjálfa saman júdó á Akureyri og svo fórum við bæði svolítið í jiu-jitsu og mér finnst alltaf gaman að æfa með honum skilur og er hann ennþá já, hann er með svartbelti í jiu-jitsu líka og fyrir norðan já á Akureyri og hann er einn af mínum uppáhalds og svo náttúrulega Heiðrún sem var ég var fyrir sé alveg ótrúlega næs æfingafélagi af því að við þekkjum hvora aðra svo vel og vorum saman í júdóinu líka og svo Ólöf hvernig getur maður valið skilur? Það er ekki hægt að velja það er ekki hægt að velja skilur Ólöf Embla, það er náttúrulega bara bestu æfingar heimi sko, þegar við erum að drilla saman það er bara eitthvað, við erum bara all in all the time sko, og finnst báðum að geggjað þú veist fannum við myndband af ykkur 2000 og eitthvað að glíma þannig að, þú veist, ég bara góðir æfingafélagar er náttúrulega bara best í heimi skilur og þú vilt eiga fleiri en einn þú veist, þú vilt vera með nokkra góða æfingafélaga já, algjörlega
og líka þá upp og líka upp að vera með að þeir svo núna æfi bara hérna og þá náttúrulega læri inn á stílinn hjá flestum svo fer maður einhverstaðar annars staðar þá er alltaf komið eitthvað glænýtt þannig að eins og þú segir, maður á að vera meira að fara hingað og þangað og æfa á fleiri stöð. Já, maður þarf að prófa sig áfram. Já, maður þyrfti að gera það. Það er nefnilega alveg ótrúlega mikilvægt, skella þessar óbematt einhverstaðar eða bara svona líka bara, ég kom með nóg pólitík þegar kemur íþróttum. Ég er búin að fá nóg af því út mína ævi, skiljum við. Og þó svo doktorsnámið mitt snúist það, þá er ég bara eitthvað svona, nei takk, þegar ég er á æfingu, þá vil ég bara vera á æfingu, ég vil hafa gaman, góða æfingu félaga. Og við eigum öll dýrin í skóginn með að vera vinir. Algjörlega. Og gera hvort annað betri. Já, mér finnst þetta svo gaman þegar voru hérna stelpunar alltaf einu sinni í mánuði, ferðað til milli. Já, við þurfum reyndar að fara að pikka það upp aftur. Já, sér að með þetta bæti þetta. Við tókum hérna daginn, svo að Reykja gamma og svo frá Mjölni. Já. Það styrir hann að fá sem... Nákvæmlega, bara mynda góða stemningu, skiljuru. Algjörlega. Við erum alveg það lítið land og það er líka svolítið málið. Við erum það lítið land og ef við ætlum að vera góð í einhverju íþrótt, þá þurfum við að vinna saman. Já. Og það er alltaf það sem ég fannst vera gallinn í júdóinu, skiluru. Það vantaði svo mikið þessa samvinnu. Já. Og auðvitað komu kannski góð tímabil og eitthvað svoleiðis, en inn í end þá var alltaf einhver svona of stór pólitík, of stóri karakterar, of mikið ego í gangi til þess að vinna saman, Já, það er einmitt eins og í okkur núna. Við erum alltaf verið að fara til Írlands og svo núna held ég allan að sagði Andri það og hérna Anna Margrét þau ætlar að koma með okkur næsta ári í að keppa því að við erum búin að vera að dominita hérna í Írlandi og vanta fleiri svona Íslendinga stækka þetta bara vinna saman, það er bara númer 1, 2 og 3 Það er númer 1, 2 og 3, þetta er svona svipað sem að fyrir óbematt annars það er alltaf tekið svo vel á búti manni bara geðveikt því ég fór að æfa eins og þegar maður fór út að æfa eins og því ég fór til Kanada það var þvílíkt vel tekið á móti mér þá var maður bara með kannski eitthvað sambönd og svo bara mætti ég og ég fekk bara herbyggi í einhverju húsi með öllum hinum íþróttamönnum, þurfti ekki að borga neitt, fekk að fara æfingar 2 á dag með landsliðinu, bara allir eitthvað svona að reyna að hjálpa manni, gera eitthvað fyrir mann, sama ég fór til Svíþjóðar að æfa, í mánuð, þá bara, mann var bara að redda, skilur, þannig að ef að ég var að gista eitthvað staðar þar sem ég reddaði gistingu og það var svo dýrt að ferðast alltaf á æfingu þannig að endur með að þau redduðu mér dínu þannig ég fekk að sofa í gymminu þetta var bara svona allir að hjálpa manni sem er svo, það er svo frábært ég fann þetta eins og hérna þegar ég held hvítur á leik það voru allir að hjálpa allir tilbúið ég bara, svona finnst mér vera svo fallegt ég var með eitthvað sem ég kunni ekki að þá var ég með farið til Kristjáns Helga, svo komst þú og bentum mér á og ég bara, maður læri svo mikið af þessu. Mér finnst þetta með jiu-jitsu samfélagi að vera svo mikið samhelt þegar á reynir. Já, algjörlega. Því við erum ekkert einhverjur óvinnir. Nei, og ég held að svo er þetta alltaf svona, ekki það maður sé að fara út í þessu pólitík, en ég held að þetta sé nefnilega alltaf svona, held ég að ólympíuleikarnir hafi áhrif á þetta. Leiðurstórðin eitthvað svona ISI íþrótt, ólympíu íþrótt, þá snýst allt eitthvað svona afrek upp á að fá pening og þetta verður oft svo rosalega flókið og ég held að ég meina júdó er ekkert eina íþróttin þar sem einhver pólitík ræður ríkjum Nei, alls ekki þannig að þetta er svona hvar maður á að ráðast á kýlið Já, algjörlega þetta er svo bílanir styrti mig fyrst til að fara út að keppa og svo hef ég alltaf verið að fara út að keppa og fá medaljur þeim finnst það geðveikt og þá mynd til þess að fá styrki frá svona íþróttasambandi þá þarf það að vera með mikill afreksmaður og skara fram út í staðin fyrir að vera bara með potta sem þú getur sótt í pening og farið út Já, hérna það er enginn að fara að borga neinu jiu-jitsu manni til þess að fara út ekki neitt keppnisstress og þegar þú ert að keppa hvort það er judo eða jiu-jitsu aðalega judo kannski, hvort þú breytir ykkur í æfingum eða hvort þú breytir ykkur í mataræði eða hvernig fórst í það að vera besta judokona landsins keppnisstress er gott það er gott að vera stressaður en þú þarfst að læra að vinna með stressið þannig að ef þú lætur stressið yfirtaka þig það er slæmt en ef þú ert ekkert stressaður fyrir mót ef þú finnur ekki smá fiðring þá er svona bara hvað er þá að gera skilur en þú vilt alltaf finna þetta svona þetta skiptir mig máli ég finn smá fyrir því að þetta er ekki bara eitthvað eins og að labbin á æfingu og bara, byrjum. Let's go. Já, þannig að mér er stress gott, en ég hef bara lært að vinna með stressið mitt. Þess að hjálpa mér og gera mig betri. Og ég er bara þann típa, ég vinn rosalega vel undir álagi.
þú veist, þú sem að vilja ekki vera undir álagi alltaf, en ég hef bara lært að vinna undir álagi og gera það vel. Og það sem að skipti mestu máli er náttúrulega bara keppa ógeðslega oft. Og ég er ógeðslega ánægð að sjá þessu ungu strákarnir hérna í VFBC, þú veist, Úlfar, hvað það Úlfar, Orri, Daði, Orri, þeir eru bara að keppa á hverju einasta móti og sama hvort sem er vinna að tapa eða hvað, skiptir ekki máli, þeir eru bara að keppa og þeir eru að byggja upp þessa reynslu sem þú þarft svo. Þegar þú ert komin á næsta level, að þá ertu bara að fara að taka yfir, skilur. Og þetta er það sem skiptir máli og þetta er það sem ég gerði í YouTube-unu. Þú veist, ég var 14-15 ára að keppa á Íslandsmeistaramóti og ég keppti bara í öllum flokkum. Þú veist, ég var í undir 15, ég var í undir 19, ég var í fullorðinsflokki og ég var í opna flokknum og ég var bara eitthvað annarkvært nafn sem var kallað inn á völlinu, skilur. Þannig ég var bara glíma. Þú veist, bara alltaf að lappinu völlin, alltaf, skilur. Og einhvern tímann var Daði maðurinn minn, ekki Daði Steinn heldur maðurinn minn, hann var einhvern tímann að spyrja, þú veist bara, hvað heldur þú sért búin að keppa oft? Og ég var bara, eitthvað var hérna að telja það. Þú veist, ég keppti á öllum innanlandsmótum, svo var ég kannski að fara út 3-4 á ári. Þú veist, og ég var bara eitthvað, ég er örugglega búin að keppa svona 20 glímur eða eitthvað, skilur. Þú veist, maður er bara búin að keppa það oft. Þú veist, og það er bara ekkert eins og hægt að telja það, skilur. Þannig að, og það er það sem að vinna með manni, að maður er bara búin að gera þetta ógeðslega oft. Svo byggir maður upp rútínu í kringum það. Þannig að ég var orðin bara eitthvað, herðu, ókei. Og svo má maður heldur ekki vera óformfastur að því þú getur ekki alltaf stjórna öllum aðstæðum en ég var oft með þannig að veist, ég náttúrulega var alltaf að létta mig í júdóinu sem að þenga að ég er ekki að gera lengur en þannig að það fór alltaf seinasta vikan fyrir stórt júdómót það fór í viktina þú veist, þannig að þá var ég rosalega mikið að hugsa viktina náttúrulega mataræði kannski veist, ég gerði það náttúrulega alls ekki skynsamlega og vildi að ég geti bara tekið þetta allt tilbaka og ég hefði bara farið í næsta flokk fyrir ofanskilur sem ég gerði svo setna mér þannig að ég var alltaf að keppa í mínu 70 en ég var alltaf svona náttúrulega 73-74 kíló 4 kíló, það er rosa mikið og ég hefði verið fullkomin í mínu 73 sem var kallaflokkurinn en í kvenna var það mínu 70 og svo mínu 78 og ég er ekki hávaxin manneskja þannig að þær voru alltaf svakalega hávaxnar þannig ég var alltaf að koma minnir í mínu 70 og ég var alltaf að létta mig allt og mikið og fór svo bara setna upp í mínu 78 hefði þátt að gera það fyrr skiluru en þú veist, maður tekur það ekki tilbaka en vikan fyrir mót fór bara svolítið í viktina og þá fór svolítið orka mín alltaf í að hugsa það þú veist, svo var ég alltaf með eitthvað svona veist, smá veist, að því að í júdó var viktað morgunin og þá náttúrulega bara fórst á viktina og svo fórst náttúrulega bara að borða og drekka og svo keppa og sem er ekki gáðilegt af því að þetta breyttist hafði alltaf verið kvöldi áður það var allt í lagi kvöldi áður þá hefur tíma til þess að rehydrata og allt þetta en þú veist að gera þetta morgunin veist, það er þetta bara dauði sko. Þá er líka mér ekkert búin að gera neitt hann er ekki búin að gera neitt og hann er bara ennþá bara herðið matur, hvernig á ég að vinna úr þessu bara, þú veist, svo mætið þú inn á vellin bara, hvað er ég að gera en, þú veist, svo bara var maður orðinn ógeðslega góður í þessu skilur en ég veist, ég sé eftir því núna ég vildi hefði, veist, og ég myndi alltaf ef ég var að æfa íþróttafólk, ég myndi alltaf bara farið bara í flokkin fyrir ofan, sérstaklega ef þið eru svona, þú veist, eins og ég þar sem ég var bara mitt á milli þú veist, og þetta var of mikið. Frekar að taka þetta á þingri flokkin heldur en vera að taka af sér eitthvað, það er náttúrulega aldrei holdt að taka af sér svona. Nei, og bara ekki holdt fyrir líkamanninn, skilur, alls konar kvillar og eitthvað sem að koma upp seinna meir sem að þú ert bara búin að gera líkamannin þínum, skilur. Já, og sérstaklega þú keppur svo mikið. Já, og alltaf að vann sveltan og taka á hann vökva og eitthvað, auðvitað koma upp kvillar. Þannig að en það var náttúrulega svo gaman sko seinna skilur því ég hætti að létta mig þá fannst mér alltaf vikan fyrir mót svo skrítin þú veist, af því ég hafði alltaf þurft að hugsa viktina og ég var alltaf viku fyrir mót ég alltaf bara eitthvað, býtu, hvað ég á að vera að gera eitthvað þú veist, þetta er bara svona fast í líkamannum bara, herðu, ég á að vera að hugsa viktina ég á að vera að pæla í einhverju, hvað á ég að gera þú veist, þannig ég þarf alltaf þessa viku bara til að undirbúa mig fyrir mót en svolítið mikið út á þessu sko en þá var þetta að hugsa eitthvað annað heldur bara að vera alltaf að taka sér þyngdina þannig að áfum maður í eitthvað annað en ég með svona rúthafina mín var rosalega mikið að á mótnana fá mér egg kannski brauð eða eitthvað svona gott fjölbreytt fæði skilur og svo það sem mér finnst mikilvægast á öllu og það sem að íþróttafólk klikkar ofta á er upphitunin þú veist að því hún er
hún er keppnin. Já. Þú veist, ef þú mætir og hitar ekki almennilega upp, þú veist, þá er hausiðin ekki komin á staðin. Já. Þannig að það sem ég gerði að ég mætti alltaf svona, kannski einum, auðvitað, ég er ekki að segja að maður gerði þetta fyrir öll mót. Maður var að keppa það oft, maður hefði ekki getað gert það, skilur. Nei. En, þú veist, ég mæti kannski 1,5 tíma fyrir mót, bara til að svona fá tilfinninguna fyrir vellinum, fyrir svæðinu, þú veist, ef húsið var búið að opna. Ja. Bara svona aðeins að fá svona anda í þessu umhverfi, skilur. Ja. Svona klukkutíma fyrir að ég væri að fara að byrja að glíma, að þá byrjaði ég alltaf að skokka, þú veist, bara koma blóðflæðin á stað. Gera þessi svona klassísku teygjuæfingar sem ég var vön að gera á æfingum, þú veist svona warm-up bara æfingar og var alltaf með það í þannig rútínu, það var eitthvað sem ég gerði á æfingu. Af því að ef ég fyrir alltaf inn að gera eitthvað allt annað þegar ég er að fara að keppa, þá er ég ekki að undirbúa mig, skilur hvað ég menna. Þannig að þú ert að taka, þú ert að fara að glíma eins og gerir á æfingu, að þá viltu gera það sama. Já. Þú veist, til þess að koma hausnuðinum á þann stað. Já, ég er nefnilega klikkaði með það og uppbytta og svo núna er ég alltaf með það sama. Ég tek handfighting, glímu án takedown, svo tek ég fulla glímu og svo hálftíma seinna er að fara að keppa. Þannig að líka mér komin í þetta. Já. Þessi og klikka það ná þessu aggressífa út úr sér. Þú veist, og það er held ég myndi segja að væri svona númer 1, 2 og 3. Þú veist, í júdóinu var þetta bara grip fighting. Þú veist, þú þurfti bara að vera tilbúin að því að bara fyrstu tökin skipta svo ótrúlega miklu máli. Þú veist, ef þú svona fer og tekur gett laust í manneskjuna. Hann er bara að fokka þér upp. Þú veist, þannig að þú vilt svolítið svona keyra, skilur. Og þá viltu ná upp svona aggressív svona hegðuninni, skilur við. Þannig að þú vilt vera búin að taka þetta grip fighting, sko. Þannig að, og bara fyrsta glíman á að vera tekin í uppbytun. Þú veist, þú ætti aldrei að taka fyrstu glímuna þina inn á vellinum. Já, þú ætti að vera tilbúin að vera að koma og klessa á það. Já. Ég klikkaði því. Fyrsta glímaðin er alltaf lélögust, skilur við. Já, klárlega. Þannig að þú vilt vera búin að taka hana utan vellar. Já, ég fann að ég tók Íslandsmeistaramótið eftir hvítur og leik fyrsta keppnina mína. Að þá sagði Daði mér hvernig ég átti að hita upp og ég fann líka, þú veist, ég var tilbúin. Þá greip ég hann og ég byrjaði. Já. Það vantaði þetta rosa mikið rútinu mér, ég náttúrulega kunni ekki að keppa. Nei, nákvæmlega, og svo bara lærist það, skilur við. Og svo það maður líka læra að búa til sína eigin rútinu, þú veist, og hugsa alltaf akkurat og tengja hana við æfingarnar þinnar, þú veist, hvað er það sem hjálpar þér á æfingu, þú veist, það er að fara að hjálpa þér líka á mótinu, þú veist, það þýr ekki að mæta á mót og gera bara eitthvað allt annað. Nei. Þú veist, þá ertu ekki að undirbúa líka með þín undir það sem er að fara að gerast, skilur við. Þetta er svona svipað sem fórum á Evrópumeistaramótið, þá tók Eiður okkur daginn áður, sýndi okkur svæði hvar við hitum upp og hann fórum í þetta og ég skildi það núna þegar þú sagðir þetta, þú veist, ég var undirbúin að því ég var búin að fara, ég var búin að sjá, ég var búin að heyra lætin og allt þetta, en ég hef aldrei verið með neitt keppnistress. Nei. Það har aldrei verið neitt, þú veist, ég hef bara að fara og gera nákvæmlega sem ég hef alltaf gert, en svo þegar Lauf er að keppa, þá fer ég þegar ég sá fyrir svona klósti og ég er alveg bara í heslatinn og svo er bara þvílíkt erfitt. Svo held ég að sé akkurat líka, auðvitað, hvaða pressar lögð á þig, skiluru, til þess að vinna eða, þú veist, vinna að tapa eða hvað sem það er og hvernig stressi kemur fram. Þú veist, eins og þú segir og þú verður aldrei með keppnisstress en þú veist, þú ert kannski með smá fiðring. Alltaf með fiðring, ég veit að því pressan sem ég legg á mig er engin í kringu þannig að ég er bara að gera þetta fyrir sjálf á mig og ég ætla að fá medalíuna en ég ætla samt að vera búin að leggja það mikið á mig. Svo ég fór á Evrópumeistaramótið þá er ég búin að vera í hálft ár í mataræði og æfingum og ég var bara ógeðslega tilbúin. Já. En þú veist, þessi fiðringur, það er náttúrulega stressa einhverju leiti, en jákvætt stress, skilurðu. Þú veist, ég er ekki sem hún er að vinna með. Þú ert ekki þannig að þú getur ekki borðað eða, þú veist, eitthvað eins og margir, skilurðu. Eins og Daði Steinn segir, hann bara missi meðvitund bara fyrir mótið. Já, sumir eru, þú veist, þetta er svo bróðið minn, bara einn besti júdómaður sem ég kennst, skilurðu. Geðveikt góður júdómaður. Það segja bara allir sem ég hitti, skilurðu. Það er alltaf bara, já, bróðið minn, hann er alltaf bara engin keppnismaður. Hann var hræðilegur keppnismaður, sko. Og hann segir það sjálfur, skilur. Hann varði að ykkur bara svona degi inn á vellinu. Þetta var alveg fáránlegt, sko. Ótrúlega fyndið hvað munurinn er. Já. Maður hefur fundið fyrir að maður séð þessu til dæmis bæði Eiður, Daði og svona gaurið sem hafa keppt mikið. Allir svakalega stressaður og allt þetta, svo Úlli og Orri, þeir eru alltaf jafn stressaður. Og Úlli sagði við mig, held að vera Úlli, hann sagði, mér langar bara helst að æla þegar ég er komin á völlin. Ég er alltaf bara, ok, þegar ég er að fara á völlin þá hlakka alltaf til að sjá hvað hinn gerir.
En ég held að þetta sé, að þetta snýst að finna jafnvægi þarna á milli. Mér finnst alltaf að vera stressaður og mér finnst það alveg gott, sko. Og ég vill alveg, skiluru, fyrir hvert mót finn ég alltaf bara herði ok. Og eins og í jiu-jitsuna, því ég hef náttúrulega aldrei tapað í jiu-jitsu. Og ég veit alveg, það kemur náttúrulega að ég tapi og mér lakkar alveg til þegar sá dagur kemur. En ég veit að það verður alveg svona, það verður bæði stórt fyrir hinum manneskjuna, skilur, sem vinnur mig og ég er alveg svona undirbúa mig undir að vera, að tapa, og taka því vel, skilur, af því að þá er bara næsta kynslóð komin og þá getur bara að fara lagst í helgan stein, skilur. Nákvæmlega, ég fann það í gær, sko, ég tók ekki vikuna mína í hvíld og þetta dót og fór að keppa í gær og ég fór mitt inn, ekki með það að sigra, heldur bara að prófa, hvað ég er búin að læra allt þetta og ég náttúrulega tapaði bara báðum glímunum. Þetta er ekki flókið og ég hugsaði með mér, ok, Mjölnir er ópen, þá ætla að taka vikunum mínu og þess á rútínu, að því ég tók ekki rútínu mínu og ég var bara, mér leiði þess að ég var að fara ópen það var ekkert undir og svo var, eins og Stebbi fann þetta og ég bara, ég hef aldrei þetta að sigra og hugurinn mér var alls ekki með í þessu en eins og með Íslandsmeistari á móti, ég alltaf var Íslandsmeistari þannig hugafæri mitt er alltaf öðru sér þar í mig. Akkurat, en það er líka svo, ég segja alltaf, mín uppáhaldsglíma sem að ég hef átt, skiluru, það var hérna akkurat að heimsmeistaramótinu við, fyrirraundi heimsmeistaran. Ég tapaði þeirri glímu, en það var einhver besta glíma sem ég hef átt, skiluru. Og það er allt í lagi, þú getur átt bara einhverja klikkaða glímu en tapað, skilju, af því að það að vinna að tapa í raun og veru skiptir einhver máli, jú, þetta skiptir kannski máli upp á einhverja styrki og stuðning og eitthvað svoleiðis, en í heildarmyndinni skiptir það ekki máli, það skiptir máli hvernig þér leið inn á hvort þú gerðir það sem þú vildi gera, skilju. Klárlega, ég myndi eins og ég var að glíma mútið Stebba Fannari á Akureyri og þá vissi ég, ok, hann á þetta að taka mig, hversu lengi get ég enst, ég var alveg í mínútu og svo þegar það tók hílúkinn, horfði bara á mig og ég tappaði mjög góður en ég fann það líka í gæri svo þá voru margir sem báru virðingu fyrir hvað ég er gamall það voru allir bara hvað flottið að vera þessum aldrei eitthvað svona og svo kom eitt ungu strákur, ertu sterkur? Ég er ógeðslega sterkur ok, þannig að mér finnst mjög skemmtilegt fyrir mig, ég er ekki að fara þarna, þú skiptir ekki máli í tapæfinni mér langar bara að vita hvar hólurnar í leiknum mínum er, hvar ég get bætt mig og að því ég er með markmið mín og að vinna eitthvað skiptir einhver máli hérna heima. Þetta er alltaf reynsla, ég er að keppa við 16-25, ég er langelstur en eins og því fer út að þá er að kallar mínum aldrei þá er meira svona ok, ég þarf að vinna það. Já, ég skilja. Þegar þú byrjar að æfa jiu-jitsu var mikið kvenfólk, af því að ég hef búin að skoða mörg vídeo á gömlum svona keppnum í Mjölnauta og hellingur að stelpum. Já, það var alveg svolítið af stelpum, sko. Þetta er náttúrulega alltaf það er bara eins og í júdónu, betur fyrir að vera meira konur í jiu-jitsu heldur en júdó. En þetta er bara alveg eins og í júdónu, það er alltaf verður svona, þetta er bara því miður ekki alltaf umhverfi sem er opið fyrir kvenfólk. Og það er bara þannig. Bæði, skilur, íþróttin er karllæg. Þú þarft virkilega að vinna að umhverfi sem að tekur vel á móti konum og gerir umhverfið þannig að þær vilja halda áfram. Og þetta var vandamál í júdónu, skilur við. Það var bara alls ekki opið fyrir konum og sérstaklega ekki fyrir konum til að halda áfram. Og ég var náttúrulega bara alltaf að æfa með strákum, skilur við. Það var bara mín helstu æfingafélag voru strákar sem er gott að blessað, en það er allt öðruvísi, af því að svo kom ég út á mót og það er bara allt öðru sér ofta glímaðu konur heldur en kalla. Og ég fekk í mann að danski landsliðsþjálfarinn og sagði til maður bara þú glímir eins og kallmaður og ég bara já, af hverju heldur að það sé? Ég ger ekkert annað en að æfa með köllum, skilur við. Þannig auðvitað er ég með sömu tækni og þeir og nota sömu aðferðir og að því ég náttúrulega bara læra af þeim, skilur við. Ætla að segja það munur, að konur sem kent öðruvísi í júdó heldur í köllum það er ekki kent öðruvísi, það stilt alltaf bara líkamann okkar, líkamann okkar er byggður öðruvísi og hann hreyfir sig oft öðruvísi þannig að það er bara, þú þarft að aðlaga stundum tæknina að þér alveg eins og ef að segjum að Eiður sé að kenna tækni og hann er mun handalengri og fótalengri en ég og ég þarf að kunna að taka tækna sem hann er að kenna og aðlaga hana að mér, ekki bara gera hana nákvæmlega eins og hann gerir hana, virkar aldrei af því að það er ekki að fara að virka fyrir mig
og það sama skilur bara með oft munin á kannski köllum og konum að við þurfum að læra aðlaga skilur bara að okkar líkamann svo ógeðslega mikið sem kemur inn í þetta sem að rannsóknir bara taka ekki á sem bara tíðarhringurinn og bara allt skilur þú veist og þetta hefur allt áhrif en já við vorum að tala um eitthvað allt annað hérna og ég held að þegar við erum með svona íþrótt og mér svo frábært hérna til dæmis að það hefur verið virkilega byggja upp aktívan kúltúr þar sem að konur vilja taka þátt. Klárlega. Þú veist, og mér finnst það alveg, Selfoss, bara að vera geggja kvennastarf þar, Mjölnir, frábært kvennastarf þar, Reykjavík MMA, og þetta að verða svona, fólk loksins að átta sig á, bara herðu, ok, hvernig byggjum við upp menningu sem að getur tekið kynin, þú veist, öll kynin alltaf, og þannig að allir geti fundið sig, þú veist. Og það það sem svo mikilvægt og það það sem að til dæmis vantaði alltaf í júdóinu og ég held að sé að vera betra ég vona það, ég svo sem ekki mikið í júdóinu í dag en þetta svo mikilvægt og þetta sem betur fyrir erum við aðeins farin að átta okkur á þessu og farin að fatta þetta. Já, líka það eins og núna þessi ungmennistarinn okkar, það rosa mikið af stelpur sem hafa verið að koma og fara og svona dót en eins og segið, Selfoss, Gellur glíma hér með svo gaman að því að þegar ég byrjaði hérna þá voru, ég held að það voru 4-5 stelpur þessu 19-20 í dag. Já, það eru bara fleiri en strákanir skilur og þetta var bara nákvæmlega eins og því ég fór til Akureyrar og byrjaði að þjálfa þar og það var rosalega lítið að kvenfólki að æfa og formaðurinn sem var þá, hann var bara eitthvað, herðu, ok, hvað viltu gera? Og ég var bara, herðu, ok, nú ég búin að vera í þessu lengi, ég vil hafa bara séræfingu fyrir stelpunar, þú veist, og ég ætla inn í enda að reyna að integrita þær af því að það skiptir náttúrulega máli líka þær verða líka að æfa með strákunum og sérstaklega þær sem vilja vera góðar þú veist, þá verða þær að fá fleiri æfingafélaga og þá verða þær að æfa með strákunum en ég var byrjuð með kvennaflokka þar bara það sem ég var með alveg sér mér vantaði bara svolítið að svona, gera þetta sér og ég kom með eitthvað 20 stelpur fyrir norðan þú veist, síðan hætti ég að þjálfa á svolítið datta aðeins niður en ég held að það frábær þjálfur þarna núna en veist, þetta skiptir máli að þú þarft aktíft að reyna að fjölga klárlega þú veist, og það svo mikilvægt og við vitum það öll skilur hvort sem það tengist vinnu eða íþróttum það að hafa ákveðin jöfn kynjahlutföll ótrúlega mikilvægt bara upp á heilbrigðan og góðan kúltúr sko. Já, og líka það geta verið í góðu umhverfi Já ég finn það eins og hérna, það er svo mikið fjölskyldustemning hérna að fólki kemur inn og svo svo út í heimi þá heyrir maður svo mikið að rugli sem verið að mennur að nýta sér aðstöðu sem þetta drasl sem náttúrulega bara fáránlegt valda klikkurinn sem í gangi þar í þessum klúbbum sko, það náttúrulega líka svo svakaleg stjættaskipting þú veist þessu Bandaríkjunum í jiu-jitsu þú veist það þetta orðið svo mikið bílun þú veist fólk að borga ógeðslega mikið pening til að æfa með þessum og hinum og eitthvað svona sko. Líka bara þú veist komin nöfn og þá bara ég rukka bara 100 skall á dag og eitthvað svoleiðis. Þá líka eins og með okkur þú veist það allir samþykktir inn í jiu-jitsu núna sé ég mikið svo margar stelpur í okkur að keppa núna ég væri til að vera með stelpu kvölda sem bara svona superfights af stelpum að því að við erum með ótrúlega mikið af þeim Já, mér finnst líka svo rosa gaman hvað núna því að þegar með hvítur og 12 eða 13 stelpur að keppa ég var svo ánægð með það og ég var svo ánægð í plus 74 voru bara eitthvað 4 stelpur og ég var bara eitthvað yes það geggja en það voru 101 klíma á hvíturleik það var svolítið látt ég var alveg mjög þreytt ég var alveg búin á því en mér fannst móti ganga mjög það gekk mjög vel eina var ég var með keppanda sem átti seinustu glímuna þannig að ég var orðin í enda bara eitthvað við erum að færa okkur yfir í Digranes íþróttúsið þannig að við verðum með 3 dínu næst það verður vonandi mikið en þetta var mjög flott gekk mjög vel og var mjög skemmtileg það dó enginn, brotnaði enginn og leiði ekki við neitt herðu, sem segir mér sko versta júdómót allar tíma að því þú segir þetta við vorum að keppa á júdómót einu sinni og það var þetta var ekki eins og eitthvað Íslandsmeistaramót eða neitt sko, það var bara eitthvað haustmót þú veist og ég og einn stelpa vorum að keppa sem var mjög góð og vorum báðar bara bestar í okkar flokki hún var í flokknu fyrir neðan og vorum að keppa í opna nema það að hún olnbogabrotnar á móti mér og alveg bara þannig að hún þurfti að fara í aðgerð skilurðu og hún var ógeðslega róleg hún eitthvað svona lá allt í henni eftir og bara ég held þessi brotin og ég var bara hvað meinaru og gæðveikt róleg og hún sko bara olnbogabrotna og snerist beinið og þetta var eitthvað svo fáránlegt sko en
sem sagt, hvort það hafi gerst á undan mér nei, það gerist á undan, sem sagt bróði minn var að keppa á undan áður en hún olnbogabræðnar hann 5 brýtur pípurnar í upphandlegnum og veist, hann var að fara inn í eitthvað bragð snýr eitthvað með upp á höndina og sko 5 brýtur pípurnar og hann sko stóð upp, öskraði, sparkaði í eitthvað, lagðist niður og svo bara tótnaði út hendin og gallið það að klippa eitthvað gallan utan honum, kom sjúkrabíll og hann fekk morfín og eitthvað. Ég bara skilði það ekki ennþá dag í dag sko. Nema það að ég var náttúrulega hann að einhverju paniki og hann bara, nei, kláraði mótið, þú eftir eina glímu, keftu. Og ég var ok, fæn og svo gerist það og hún olnbogabarnar og ég man alltaf Bjarni Friðriks var bara herru þessi móti aflýst þetta er búið bara við heldum ekki áfram þetta var bara þvílíkt jinx þetta mót sko þannig að þau voru bara bæðan upp á spítala að fara í aðgerð þetta var hræðilegt sko maður var ekki séð einn svona slís reyndar hann á Íslandsmeistaramótinu það brotnaði pípan það var slæmt þá var ég sérst að fara að keppa við einhvern strák svo heyrum við bara eins og eru brotin spýta við lítum báðu til hliðar og þá var brotin hendi ég að horfa á hann að horfa á mig og við bara damn, annar móti mitt eða eitthvað svolítið sem betur verið maður að gera oftast er bara að vera að svæfa fólk á slist það er ekkert neitt svona alvarlegt sem betur fyrr Ég er rosa góð að halda mig við spurningarna sem þú varst með þú varst að spyrja með ykkur Þú veist, ég er með mikið ADHD þannig að það er ekkert þannig, við vorum að tala kvenna við byrjum að keppa í jiu-jitsu voru margar stelpur að æfa og keppa Já, það var nefnilega akkurat slatti sko. Svo hefur þetta er alltaf í svona bylgjum sko. Svo kom svona tímabil þar sem að bara voru alveg svolítið stelpum að æfa en enginn að þeim að keppa mér finnst það að vera svona aðeins að aukast aftur að þeir séu að vilja keppa Allan af það sem ég hef verið að skoða kringum allt sem þá er að aukast núna en það sem Eiður talaði daginn þegar COVID kom þá datt kynslóðaskiptin og nú eru eins og þú segir ungu strákarnir, ungu stelpunar að koma þetta er eins og ég er að fylgja svolítið með henni Jóhanni í Mjölni hún keppti á Hvítarárleik hún er góð hún er rosa góð og ég finn það líka þú veist eins og ég var að keppa á móti Andreas sem er 16 ára strákur og hann glímdi það var ekki eitthvað svona hamagangur svona dót þannig að ég sé eins og Baltasar Dilljón Jón Frank og þeir eru allir að fara að glíma eins og Jón Frank var á Akureyri takja ykkur helgistöð núna var hann bara í fótalausum var bara að ná Inside Asi og öllu þessu dóti þannig að levelið þeirra er að verða úgeðslega og eins og Úlfar hann fór og tók kallaflokkin og úlingaflokkin og bara eyðilega þessa gauðra tók allt þannig að næsta kynslóð verður rosa góð og svo má ekki gleyma þessu Vítali og þessu gauðra Reykjavík gaf mér mat þetta verður og ég var með markmið ég ætla að vera besta blábeltið á landinu ég þarf alveg að breyta því að vera besta blábelti í mínum aldursflokki á landinu því þeir eru að vera svo rosalega góðir algjörlega það er klika dæmi sko en þú var að flytja í Hafnarfjörðinn var það ekki? Jú Alltaf frá Þjálfhauksstaðar eða? Já, sko þetta er einhvern veginn ekkert orðið alveg harð ákveðið en þú veist það er náttúrulega vill fá mig kannski eitthvað inn í hér og veist líka bara með kvennastarfið og svona sem ég hef alveg bara bilaðan áhuga á skilur mér langar að auka kvennastarf í íþróttum bara veist almennt skilur glíma íþróttum sérstaklega svona barda íþróttum mér finnst það bara ótrúlega mikilvægt veist þetta er svona það sem að veit ekki það sem að hefur kennt mér veist orðið til þess að ég hef náð árangri líka bara á öðrum sviðum þú veist er líka bara þetta að þú veist læra þú veist með glíman sérstaklega kannski box líka og svona ég hef svo keppt í boxi líka en glíman, þú veist, mér finnst það svo mikið svona, þú veist, þú lærir svo mikið á því að æfa glímu þú veist, bæði bara æfana en líka keppa þú veist, það er þetta að vera í einhverju mótlæti og kunna takast á við það þú veist, þú lærir svo mikil svona gildi bara fyrir lífið almennt þú veist, bara vera undir í mátt þú veist, hvernig á mér að líða bara ógeðslega illa og ég bara gefast upp eða, þú veist, á ég að reyna að finna ykkur að lausna á þessu vandamáli þú veist, og mér finnst þetta oft svona sérstaklega eins og fyrir krakka þú veist, að fara að æfa svona íþróttir júdó, glímu já, að þetta er svo og í leiðinni þarftu náttúrulega líka að kenna þeim skiluru að þú þarft ekki að sigra allt til þess að vera bara besta útgáfuna sjálfu þér skiluru þú veist, snýst ekki það, bara má tapa og það er allt í góðu þannig að já, ég væri alveg til í að hjálpa til við að auka stelpur og kvennastarf sko. Já, algjörlega, þetta er svona svipað eins og ég var að byrja í jiu-jitsu að þá
forræðismál, dómsmál, þú veist, það var allt í gegnum batsmáðunum minn og allt þetta dót og ég var alltaf að hugsa, þú veist, ég var að fara í dómsal og eitthvað svona dót og það bara, ok, ég var með Sindra sem 130 kíló, hann var að manta mikið, þú veist, þetta ekki eins óþægilegt og það og svo Daði búinn að vera með bómullabólun að kæfa mig, þú veist, þetta alveg saman því, þetta hjálpaði mér gífurlega, þetta kom akkurat og rétt við tíminn í mitt líf. Já, ég skil. Og líka að finna eins og með stelpuna mína, sko, hún átti mjög erfitt, var voða lítið lýsir og allt þetta og ég held að hún var búin að æfa glímu í mánuð og þá voru komin með sjálfsöryggi og hún var að tala fyrir sjálf sig og skólinn talaði bara breytingar á henni, bara eftir 1 mánuð. Akkurat. Og eins og núna, hún er búin að æfa í 2 ár, búin að keppa 34 sinum. Já, vá. Ég veit það. Ég sagði líka við hana, ef við ætlum að æfa þetta þá keppur ykkur einasta móti og hún er búin að keppa öllum mótum og ekkert stress og svona, þú veist, og fyrir ykkur einmitt. En svo var hann að fara að keppa, æfa fimleikasýningu jólinu og bara pappi, ég rosa stressuð. Ég bara, en þú ert að glíma og svona dót og þá held ég að því ég fóð með hann svona snemmi og byrjaði að keppa strax og þá kom strax ekkert stress. Já, ég skil. En svo er þess að við tölum, þú veist, hún og Dalrós eru búin að sigra allt hérna, svo fórum við hann til Írlands og hann var að pakka saman. Og þá var ég að segja, það er alltaf að tapa, þær eru mikið betri en þú. Og hún bara, svo ég bara fór hún að gráta, ég bara, þú veist, þetta maður þarf að læra þessu. Maður þarf að læra þessu og það er líka bara allt í lagi, þú veist, það er ekki heimsendir. Þú veist, mér finnst það alltaf svona, þú veist, bara þegar maður var sjálfur ungur og kunni ekki, skiljur, það var bara heimsendir þegar maður tapaði, skiljur. Af því maður var að berjast fyrir ykkur plássi og berjast fyrir því að vera sendur út og vera í landsliðinu og allt þetta. Og maður þurfti bara svo að læra það þegar maður var eldri að, þú veist, ok, hvað er það versta sem að gerist? Nákvæmlega. Þú veist, versta sem að gerist er að þú þarft bara að mæta æfingu og halda áfram að vinna í þínu ef þú vilt vera valin í landsliði, skiljuru. Það er það versta sem að gerist, þú veist, það er ekki, þú veist, það er enginn að fara að taka fjölskylduna þína af þér, skiljuru, þú veist ekki að fara að missa útlim eða eitthvað, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er ógeðslega stórt og erfitt að tapa þegar maður er ungur og maður finnst þetta náttúrulega að vera bara einhver heimsendir, skilurðu. Og ég hef alveg verið þar, þú veist, við kennum það fúslega. Ég hef alveg hent medalíu, þú veist. Í alvöru? Já, maður tók allan skalan. Sæl. Það er alveg þannig. Ég gerði þetta þegar ég tók annars þetta Evrópumeistaramótinu, ég var svo ósáttur. Já. Ég sett hann í pokan og var ekki, þú veist, mér fannst þetta ekki merkilegt því að ég hafði tekið á einhverjum ömulum straight ankúlokk. En svo talaði ég við mig og ég bara, ok, ég er þetta gamall, ég lagði þetta á mig, ég vann fyrir öðru setinu. Já, nákvæmlega, þú veist. En svo er þetta það, veist, það er eiginlega erfiðar að lenda í öðru seti heldur en 3. seti. Þú veist að þú vinnur, þú veist, innan gæsalappa medaljuna. Já. Þannig að, þú veist, þetta er alveg tricky. En þetta er líka bara að læra, þú veist, bara who gives a fuck, sko. Nákvæmlega. Þá vinnir það að tapar, sko. Já, ég myndi að gera þetta fyrir mig núna, veist, fyrir mig, ekki fyrir neina aðra, þú veist, það skiptir ekki máli. Ég tók alla medaljónar hérna í Íslandi, setta bara inn í skúffu. Ég bar með frá Írlandi og Evrópumeistaramótinu í Írlandi aftur. Mér finnst það svolítið, þú veist, að ég lagði að fara allir út, safna flöskum og þú veist, að græja þetta fyrir mig. Þetta er svo Úlfar í gær, hann fekk eina glímu held ég og hann fór út í fílu að því að, þú veist, hann fekk ekki aðra glímu. Þannig að hann vildi ekki taka móti bikarnum á fyrsta setinu. Ég skil. Ég sé það líka á krökkunum, þú veist, maður sé það þegar krakkar tapa, sumum er alveg skítsama, en sumir er alveg brjálaðir. Svo held ég að sé líka, mér fannst það alltaf svolítið, þú veist, mér var nefnilega ágætt þegar ég byrjaði, þá var ég ekkert alltaf að vinna. Þú veist, ég byrjaði ekkert á því að verða bara Íslandsmeistari. Nei. Þú veist, ég tók bara fyrstu svona 2 árin mín þar sem ég var að vinna eina glímu, jú, en ég var samt líka bara að tapa, þú veist, og ég man alltaf, þú veist, fyrsta glíma mín á einhverju móti var að móti einhverju strák og ég skítapaði og ég var ógeðslega ánægð með sjálfa mig, bara eitthvað, hei, labbaði inn á völlin, geðveikt, skilurðu, og svo bara snerist að halda áfram og þú veist, alltaf ráma áfram, og það var ekkert eitthvað bara upp úr þurru að maður fór alltaf inn að vinna allt, skilurðu. Og svo held ég að sé nefnilega slæmt ef þú byrjar að vera típan sem er bara alltaf að vinna og maður sá þetta alveg í júdónu, kom ykkur svona undrabönn bara, þú veist, tóku unnu allt. Þegar þeir töpuðu þá var fallið svo hátt að þeir áttu svo erfitt með það. Þannig að það var eiginlega betra, þú veist, þegar maður sá þessa krakka og líka bara ég var að þjálfa á svona. Maður sá þessa krakka sem byrjaði að tapa, voru með, höfðu gaman, héldu áfram, fóru svo að vinna. Þú veist, að þá verður þau miklu auðveldar þegar þú tapar svo aftur. Í staðan fyrir að byrja bara á eitthvað svona sigurgöngu og svo allt í hennu tapar og þá bara verður fallið svo svakalega hátt. Já, þú veist, ég tapa öllum mínum mótum bara fyrst, þú veist, þessum ég held ekki eins og segja, þú veist, ef maður er alveg upp við það, þú veist, að þú ert bestur og sigrar allt og þegar þú tapar, þá búið takit allt aðeins, þú vannst ekki fyrir þessu. Nei, ég held að sé svolítið, þú veist, maður þurfa að vinna fyrir sigur. Málið, sko. Þannig að, þú veist, ekki það, ég bara, þú veist,
vorkinni fólki sem byrjar á því að sigra skiluru, þú veist, að það þarf þá að finna einhverja lausn á þessu með sjálfum sér, þú veist, maður er alveg þekkt svona einstaklinga, sko. Þeir eru nokkrir. Já. En svo líka það, þú veist, ég held að maður, eins og í gær, þú veist, ég tapaði á nokkur hlutum, þú veist, ég fann bara út af því, þú veist, ég þarf að bæta mig á fullt af stöðum. Já. Þannig að ég læri alltaf mótorinn, svo Bjarni og Eiður voru að lyfta hérna og Bjarni sagði við mig, finnst þér ekki gaman þegar þú tapar svona? Ég sagði, jú, ég er búin að læra að tapa er mikið betra, því að alltaf þegar ég var að byrja að keppa og sendi ég Daða vídeo, svo fekk ég bara svona lista frá honum og nú er ég bara fann að gera það sjálfur, bara setja listan sjálfur. Algjörlega. Hvað er skemmtilegasta submissionið í jiu-jitsu? Ég myndi segja armbar, sko. Þú veist, eða kimura, það er þetta tvennt sem að ég geri, sem ég tek svolítið úr júdóinu. Þú veist, ég er langbest í því, myndi ég segja. Þú veist, armbar og kimura. En skemmtilegasta, mér finnst armbarinn ógeðislega skemmtilegur, sko. Þú veist, hann er bara svo classic. Ég verð það ekki bara. Jú. Það er bara þannig, mér finnst alveg gaman að fikta við fótalása og bara hef náð einhverju fótalásum en það er alls ekki my specialty, sko. Nei. En mér finnst mjög gaman að æfa það, en ég myndi segja armbar. Armbar er skemmtilegast. Skemmtilegast æfingafélagin? Já, við erum búin að taka það. Þá förum við í erfiðast æfingafélagin. Hver er sá sem hefur tekið óttast? Daði Steinn. Við tökum hann ekki inn, það þýðir ekkert. Ég var með rosa ánægð með mig, þú veist, daginn, ég var eitthvað komin í gardu eitthvað sem ég bara, ég loksins náð og hann reislokkað með tvisvar, ég bara, ok, ég var ekki að komast neitt. Nei, nákvæmlega. Sko, þú veist, ef ég tek hann ekki með inn í myndina, erfiðasti æfingafélagin, ég myndi segja, þú veist, Inga Birna og Ólöf, sko, þú veist, af því þær eru litlar og ógeðslega tækniskar. Og hraðar og mér finnst það geðveikt, skilurðu, veist, en ég reyni að, veist, sem æfingafélag á æfingu að það átta ég mig á því, veist, þegar ég er þyngri og þá reyni ég að, þú veist, eins og á móti þeim, það er alltaf miklu léttar en ég, þá er ég að reyna að nota ekki bara þyngdina mína. Veist, ég myndi gera á móti, skilurðu, en á æfingu þá er ég að reyna að nota ekki þyngdina mína, auðvitað gleymi ég með stundum, þú veist, af því að þær eru ógeðslega góðar og koma með eitthvað, en ég reyni mitt besta, skilur, að vera ekki bara eitthvað að smassa niður og taka andan frá þeim með eitthvað, en þær eru ógeðslega góðar, sko, og það er alltaf bara besti heimi að glíma þær. Það er rosa gaman. Ég er þetta ekki glímt í Ingu Birnu en ég glíma oft í Ólu og ég er oft bara að bjarga lífið mínu þarna. Já, það er alveg, þær eru báðar bara, þær eru svo svaklega tækniskar og svo hraðar og svo eru þær svo léttar og litlar einhvern veginn og þær komast allt og maður er alltaf bara, hvernig komast þú bakið á mér? Trúis ekki. En þær eru, og mér finnst það bara svo gaman líka því að við erum svo góðir æfingafélagar, við förum oft í að bara greina glímun okkar, þú veist, bara, herðu, já, þú gerði þetta, þú veist, þetta var geggja, bara, hvernig fórst á þessu, þú veist, bara, förum að pæla, skilurðu, sem ég finnst svo gaman, þú veist, sem er skemmtilegt við jiu-jitsuið. Já, ég er komin í þetta með Eið, ég er alltaf að tala við hann svona, alls konar svona, hann er svo mikill lúð í þessu, hann veit svo mikið, þú veist, ég er alltaf bara, herðu, þetta er svo núna í gær, þá tók ég sérst reverse triangle og svo sýndi ég honum vídeóið og hann sagði við Bjarni Kottu, sestu, þannig að hann tók þetta og sýndi mér angulið. Hann sagði hneðin snúa vittlust, ég var bara, þau gera það. Já. Þú veist, mér finnst svo gott allt svona tæknilega dótið því ég er komið með pínu lítinn skilning á, þú veist, hvernig mekaníska dótið virkar. Algjörlega. Maður þarf að vera með góða æfingafélag. Já, 100%. Hvað finnst þið vera skemmtilegasta gimmið? Skemmtilegasta gimmið? Úff. Það var bara fólk og æfingafélagar allir saman. Sko, þú veist, ég náttúrulega elska VFBC, mér finnst geggjað, þú veist, og góð kvennaæfing hér er náttúrulega bara best í heimi, sko. En svo er Atlantic líka, þú veist, það var bara fjölskylda mín, skilur, þegar ég bjó á Akureyri, þú veist, það var geðveikt að æfa þar líka. Þú veist, Atlantic er awesome. Já, og þú veist, bara æðist, og náttúrulega Tommy og Rutt er náttúrulega bara mestu indi í heimi og það er bara æðislega stemning þar og svo góðu kúltúr, og það sem er svo mikilvægt, skilurðu. Þannig að ég myndi segja bara svona smá toss-up, sko, VFBC Atlantic, sko, bara upp á staðinu mínu, sko. Já, ég man að þau fóru norður, sko, á Akureyri, við fengum að gista í gimminu, þetta er svo geggjur stemning. Yndislega stemning, sko. Já. Herðu, hvað kom þau mest á óvart þegar þú byrjar að æfa jiu-jitsu?
Vá, stór spurning. Hvað komið mest á óvart? Hjá mér var það þannig hversu varnarlaus ég var þegar ég fór á móti Kolku. Ég gat ekki neitt, ég var bara, fuck. Hún alltaf geggjuð. Sem komið mest á óvart, ég veit það ekki, sko bara hvað þetta var tæknist, sko. Líka bara því að í júdónu, það allt öðruvísi kennsluaðferð í júdó. Það var rosalega mikið bara svona útsíkomi, gera tæknina aftur og aftur, ekki endilega með mótspyrnu. Og sem að, veist, maður er alveg sjálfur hugsað sem þjálfari, þú veist, ef ég fær að þjálfa júdó aftur, þá myndi ég örugglega reyna að, þú veist, fara að widen out the net, skilur hvernig ég myndi kenna. Þetta verður maður alltaf svolítið fastur í því hvernig maður sjálfum var kennt. Já. Mér fannst stundum vanta kannski meira upp á þetta að gera þetta í live án þess að það væri 100% mótspyrnu og því væri bara glíma. Heldur að þú værir að fá smá mótspyrnu en þú værir að reyna að finna út einhverja hluti, skilur. Þú veist, en þetta var svolítið bara annarkvort þú varst með enga mótspyrnu eða 100% mótspyrnu. Þú veist, þú varst að gera tækni í júdó og veist, það var svolítið svona þannig. Það er ekkert svona eitthvað flórúling. Nei, ekki neitt þannig, sko. Það var svolítið all or nothing en þú veist, góða við júdóið er repetition. Þú veist, þú varst alltaf að gera tækni og það er eitthvað sem maður kannski vantar stundum í jiu-jitsu og aftur á móti. Já, það er það sem ég vantaði svo mikið fyrst að fá þetta. Þannig að það er svona, þú veist, þetta eru svona kostur og gallar, sko. En það sem að komið, mest á óvart, ég hugsa bara, kannski, þú veist, þetta með, þú veist, svona tækníska partinn, sko. Þú veist, ég var alltaf svo vön að flýta mér í gólfinu að því að við áttum að gera hlutina svona. Þú veist, og svo áttur bara haldi í fastatæki. Já. Þú veist, og það kannski telur klukkan upp á 25, þá farið upp hann. Já, hvað er það? Ef þú heldur einhverjum á bakinu, ert komið fram hjá löppunum, bara eins og í side control. Já. Nærðu haldunum þar í 25 sekundur án þess að ná koma löpp á milli eða eitthvað. Þú veist, og þá í raun og veru ertu bara búin að vinna. Já. Og þarft ekki að svissi yfir í arbar eða, þú veist, þá ertu bara búin að pinna niður. Já, ég var að horfa á glímu með þér það er svo erlendis og þú helst hún svo lengi og ég var bara að byrja af hverju þetta svona langt. Já, þannig að þá heldur bara í 25 sekundur og ert komið, skilur, sigurinn. Já. En, þú veist, allt í einu þurfti maður að fara svona að hægja á sér og það hefur alltaf verið minn helsti galli sem jiu-jitsu manneskja að það er bara eitthvað, þú veist, það er bæði styrkleikur hjá mér að því ég er náttúrulega glíma alveg ógeðslega hratt og ég þreyti fólk. Já. Þú veist, þannig að ég er alveg með svona, þú veist, eins og maðurinn minn segir að ég seti sig í þvottavélina, skilur ég bara hendi upp í 5. gír, þú veist, að ég er vön því og þú veist, getur verið kostur, en svo getur þetta líka verið galli, skilur af því að þú tekur þér ekki tíma í að bara hægja niður andstæðingiðinn, gefa þér tíma, þú veist, komið sterkar stöðu, okkur ekki að halda þess áfram að vinna með hana. Nákvæmlega, það verður stökkuð fyrir næsta. Já, það er svolítið það, sko. Þannig að, já. Það er eitthvað. Hvað finnst þið vera algengustu mistökin hjá hvítum beltum? Í jiu-jitsu? Í jiu-jitsunum. Algengustu mistökin hjá hvítum beltum? Já, svona þú veist, þegar það er að byrja. Segjum bara að þú veist, hvítu belti sem er að keppa, algengustu mistökin hjá þeim. Sko, algengustu mistökin hjá þeim er þú veist, að flýta sér of mikið í raun og veru, skiluru. Taka sér ekki tíma í stöðum og svona og það er náttúrulega bara kemur af þekkingaleysi, skiluru. Þú veist, bara ekki komin lengra en það. Annars, þú veist, svona ríghalda í suma stöður. Já. Ég held að það sé alveg svona klassísk hvítbeltamistök. Já, ég finn það mikið með hvítbelta, bara halda fast og svo bara bíða. Já, þú veist, bara svona alveg að stúta þér höndunum eða, þú veist, orðin ógeðslega þreyttur og eitthvað. Já. Og mér finnst alltaf ef ég lenda móti, þú veist, eins og það að vera, þú veist, komin að það, þú veist, að vera stundum kona í svona íþrótt og vera þjálfari. Já. Að það, þú veist, ég er ekki að segja að sé alltaf borin einhver minni virðing fyrir manni, alls ekki. Hins vegar getur alveg verið það að fólk hefur ekki alveg jafn mikla trú á þér eins og ef að Daðsteinn kæmi, skilur, og fær að kenna. Og ég hef alveg fundið fyrir því og ég er náttúrulega bæði þjálfaði í júdó og í jiu-jitsu og júdó var ég að þjálfa kalla og ég var að þjálfa drengja unglingalandsliðið og ég var að þjálfa kvennalandsliðið og ég var bara að þjálfa meistaraflokk, skilur og ég þurfti ofta að vinna inn, þú veist, meira. Ég þurfti að leggja meira á mig til að vinna inn virðinguna sem, skilur þjálfari. Og mér finnst það alveg hafa breyst og mér finnst það aðeins öðruvísi í jiu-jitsuunu heldur en það var í júdóinu.
en ég finna alveg, þegar ég byrja að þjálfa og eru oft svona einhverjum ungir svona hressi drengir, þá þarf ég alveg smá að sýna hver ræður en þá þarf ég líka að vera í stuði á æfingu til þess að sýna hver ræður en þá þarf maður líka akkurat maður lendur á móti einhverju svona ógeðslega sterkum þá maður líka átt sig á því að bara hann að fara að eyða orkunni sinni á 5 sekúndum og þá get ég tekið yfir. Já, bara lefa honum að klára sig og svo bara pakka saman. Já, og það eru kannski algengustu svona hvítbelta mistökin. Já, að ríghalda, ég ger þetta líka, bara ríghalda og vera bara, þú veist, ok, ég ætla bara að halda þér hérna, svo vinnur hann sig úr og maður bara, já, ok. Já, nákvæmlega. Hvenær byrjaðu að finna fyrir því að jiu-jitsu var að virka? Sem sagt bara byrja að virka. Bara skilningurinn á þessu var að koma. Góð spurning. Mér finnst allt svona, mér finnst svo gaman að, þú veist, mér finnst belti mín öll svo, þau eru svo ólík, þú veist. Ég man nú, ég fekk bláa belti, þú veist, þá náttúrulega var ég með ákveðin grunn, bara komandi úr judo með svarta belti. En ég man nú, ég var ekkert lengi að fá bláa beltið, en ég fekk alveg góða kennslu hjá Daða og Arnari og fekk svo bláa beltið og þá man ég samt að maður var svona smá grædd, skiluru, á einhverju leyti. Svo fór ég í Mjölni og ég fekk fjólubláa beltið mitt og ég var ekkert svona á besta staðnum, þú veist, bara í lífinu, skiluru, þú veist, svona andlega eða, þú veist, það var ekki minn uppáhaldstími, en, þú veist, ég fekk fjólublá og mér leið ekki vel í þeirri afhendingu. Þú veist, ég gat ekki gefið sjálfur mér kredit. Þú veist, í dag er ég bara eitthvað, hvað er að þér, skilur. En, þú veist, á þeim tíma átti ég rosalega erfitt með þetta. En ég man því ég fekk brúnabeltið. Og þá var alveg komið tíma á það, skilur. Og ég man að Ingþór var bara að bíða eftir að fá svartabeltið sitt. Til þess að geta gefið mig brúnabeltið, mér og Adami og eitthvað. Og ég man bara hvað ég var, veist, þá var ég bara eitthvað herðu, ég á þetta virkilega fucking skilur. Bara eitthvað, þú veist, loksins, þú veist, og þá var ég alveg bara svona herðu, I got this, þú veist, með brúnabelti. Þetta var það komið kannski fyrr, skilur. En mér fannst svona á þeim tíma var ég bara eitthvað, já, ok, jiu-jitsu er málið. Já, nákvæmlega. Alveg smá þannig, sko. Já, það er ekki, ég finn alveg fyrir því, þú veist, ég er alveg gott blábelti og, þú veist, ég vil fá fjólublábelti mitt þegar Daði segir þessi tilbúin. Já, akkurat. Hefur einhvern veginn að tapa glímu eða bardaga sem þú helst að vinna? Easy. Já. Nú ekki hvort ég segi þess að sögu, en svona bara ef við förum út í pólitíkina. Sem sagt á Norðurlandameistarmótinu 2011. Þá var ég búin að vinna minn flokk og var að keppa í opna flokknum. Og ég vann sérst minn flokk keppti mínu 70, vann hann og var svo að keppa í opna og komin í úrslitaglímuna og lenda móti íslenskri stelpu sem bara, veist, helöflug stelpa, ógeðslega sterk. En þú veist, alls ekki búin að æfa jafn lengi og ég og ekki eins tæknísk, en þú veist, hún var helöflug, bara geggjuð, hún hefði getað orðið svo góð, skilur. En ég sem sagt er að glíma upp, gengur vel, sæki inn í óútsigari og hún nær mér á svona eins og suplex, þú veist, og nær að kasta mér og þetta var ógeðslega erfitt, þú veist, það var bara svona tap sem ég átti ekki, þú veist, það var eitthvað svo glíma sem ég átti ekki tapa, en ég meina shit happens, þú gerir mistök og allt það og bara geggja flott hjá henni. Bara, veist, hún var líka bara helöflug, þetta var bara svona, veist, eins og þú voru hitt svona bara ekta fólk úr sveitinni sem er bara eitthvað náttúrulega bara, veist, bara ógeðslega sterk, skilur. Nema það, ég og landsliðsþjálfarinn minn höfum átt mjög mikið dramasamband, pólitískt dramasamband og og hann, það var svona skemmti svolítið, þú veist, þetta var versta tapið mitt, en það var líka versta tilfinningin eftir á, þú veist, ég hef aldrei sagt þetta opinberlega, ég hef skrifað þetta í einhverjum status, en hann sem sagt kemur til mín eftir glímuna og hann var landsliðsþjálfarinn minn líka, skilur við, veist, ég var í landsliðsferð og hann horfir á mig og hann segir, hver vann? Af því hann sá það ekki. Og ég sagði, hún vann og hann var bara, yes! Nei. Af því að hann var bara, hans helsta markmið var að finna eitthvað sem myndi vinna mig. Þú veist, þá bara, ég var ekki lengur að æfa í hans félagi
og hann ætlaði bara að finna eitthvað sem myndi vinna mig og þarna tókst það og ég man bara, það var bæði erfitt að hafa tapað og svo þetta ofan á að það nuttast allt í sárum bara svakalega sko og þetta var sérst medaljan sem ég hendi í ruslið og já, var full dramatísk og ég sé svo eftir þessu mómenti í mínu lífi en ég minna, maður var átti erfitt þarna í smastöðum og svo í þokkabót þá minni mig að við höfum verið föst út af Eyjafjallajökuls eldgosinu í Noregi með minni það sko en svo ég kannski að slá ykkur saman en já, þannig að þetta var örugglega það tap sem að var hvað sárast og ég átti að vinna. Ég hafði verið 2-faldur Norðurlandameistari. Það gerist ekki? Það gerist ekki. Ekki þetta skipti allan. Nei. Hefur eitthvað meitt þig illilega eða eitthvað slösuð? Já, þú veit það. Ég var að byrja að tala um það. Það er slís og þetta. Herðu, já, ég sleit öxlin á mér. Ég tók þátt í einhverjum asnalegum sjónvarpsþætti með Sveppa og Ödda. Þar sem að, ég átti að glíma við Sveppa og allt í góðu og glímdi við hann og kastaði honum og eitthvað nema það og svo vildi Öddi endilega glíma við mig og ég bara, já, ekkert mál. Svo voru að glíma og ég geri bara þessi mistök sem að ég segi öllum sem kom í júdó að gera ekki að ég seti hendina fyrir mig þessa hendi og fer úr axlalið og fer úr lið og í hann aftur. Fyrir til læknis og það er bara, já, ekkert aðskilur, allt í góðu og ég bara, fyrir að æfa aftur og svo finn ég alltaf bara hvað hún er laus á mér öxlin. Hún bara, hún er alltaf eitthvað hálflaus, ógeðslega skrítin, ég gat eiginlega ekkert glímt með henni. Og svo bara heldur þetta áfram og ég fyrir til læknis og það er einhverja myndatökur og það bara sést ekki neitt, bara ekkert að öxlina þér. Ég ekki, fæn, tek bara verkjatöflur, held áfram að æfa, kepp á Íslandsmeistaramótinu, verð 2-faldur Íslandsmeistari. Keppi svo á Norðurlandameistaramótinu og í úrslitaglíminu á Norðurlandameistaramótinu og fór öxlin mín bara og bara gafst upp. Ég var að fara inn í eitthvað bragð, ógósi eða eitthvað og að ég var búin að komast í gegnum mótin á þess að reyna á hana en þannig í þessari glímu þá bara varði ég að gera það. Hún var bara það góð stelpa sem ég var að keppa við og þá fyrir ég til læknis og það sést ekki neitt. Þá til að einhver læknir er bara eitthvað, ok, það er eitthvað að öxlinni og hann gerir svona skóp. Þá er ég með liðbandið mitt var slitið á 3 stöðum og bícepsinin var rifin og það bara sást aldrei á myndatöku og ég var bara búin að vera í hálft ár bara, djús, auðmikið er ég hvað er að mér, alltaf eitthvað vælandi yfir þessari öxlmaður hálft ár, af því að sást aldrei neitt skilur við, svo bara þurfti ég alltaf að fara í aðgerð á öxlinni og svo sleiti ég krossband inn í hennu. En hvernig ok, út hálft ár ekki með þetta? Já. Kefti á 2 á Íslandsmeistaramótinu og Norðurlandameistaramótinu allavega. Já. Vá, já, það er afrek. Hrikalegt. Heimskulegt, en afrek. Nákvæmlega, þetta er svo sipað sér rifbjörnsbóltnaði. Ég bara, ég ætla að prófa eitthvað annað staðan. Fór í kickbox, tók 2 tíma og ég bara, nei, þetta er ekki sniður. Já, nei, þetta er ekki sniður. Alls ekki. Ef þú getur, ok. Byrjum á því, ef þú getur tekið glímu við einhvern, ekki keppnis, einhvern í heiminum, hvern myndir þú vilja að veri? Ég getur tekið glímu við einhvern í heiminum? Bara einhvern? Geggjur spurning. Ég er alltaf með Marcelo Garcia. Já, ég fór á æfingu hjá honum einu sinni. Ég glímdi reyndar ekki við hann. Nei. En ég fór á æfingu hjá honum, það var geðveikt. Glímdi við eitthvað svartbelti samt hjá honum, sem var geggja gaman. Var mikið að æfa með honum. Já, þetta er ekki spurning. Ég var í svo geðveikt til ég veit að hún er miklu léttar en ég en Fífon myndi ég vilja glíma við, eða allavega að fara á æfingu hjá, skilurðu. Ég væri bara geðveikt til að hitta hana og fá bara ráð hjá henni, skilurðu. Mér finnst hún alveg geðveik. En glíma við, ég veit það ekki alveg. Bara eitthvað þessum svörtu beltum sem eru að keppa á þessum stóra mótum, sko. Bara að vera geðveikt til ég. Já, þetta er svo Adam var síski, ég búin að fylgjast mikið með honum. Ég væri til að prófa að láta að fara með í gír, sjá svona, hversu fljótur ég er að tapa. Já, akkurat. Hann er svakaleg. En hefur jiu-jitsu einhvern veginn bjargað, hefur jiu-jitsu og judo bjargaður úr einhverjum aðstæðum sem við lent í? Hefur hent einhverjum vesaling? Já. Ég var að vinna á bar.
sko, kannski ekki bjarga mér úr einhverjum aðstæðum, ég hef ekki lent í því að verið ráðist á mig eða eitthvað þannig, en ég hef lent í því að stoppa slagsmál, þú veist, og þá kastaði einhverjum. Og það eiginlega alltaf best þegar að, það eitt strákur sem ég þekki sem var í jiu-jitsu líka, sem heitir Annel, og hann segir þessa sögu bara í hvert einasta skipti sem hann hitti mig eða hittir einhvern með mér. Að það var þegar hann sá mig kasta einhverjum, þú veist, á dansskólinu, á Café Victor, þú veist, og hann satt bara að var að horfa á. Og þá var ég að vinna á barnum og þá voru slagsmál á dansskólinu og ég nefndi ekki ná í dyraverðina og voru svo fáir þarna inni. Þannig að ég labbaði bara inn á dansskólu og strákurinn byrjaði alltaf að ráðast á mig, þannig ég tók bara að kasta á honum. Og hann stóð upp svona hægt og rólega þegar hann sá að ég hafði kastað á honum og svona labbaði út. Svona, ok, ég farin, já. En svo hefur þetta samt alveg verið þannig að, veist, ég var ekkert að vinna í dyravörslu, að maður verður svolítið svona vittlaus. Að maður heldur bara að maður sé með það, skilur. Klárlega. Þú veist, þannig að maður svona, ég man að það urðu eitthvað hópslagsmál inni, þú veist, bara eitthvað pólverjar á móti Rússum eða eitthvað, þú veist, og bara við erum að tala um bara eitthvað 15-20 manns og við vorum 2 í hurðinni, bæði af vittlaus. Og við bara hlupum inn, fórum sikkur megin og byrjuðum svona að ýta fólki frá og ég man bara alltaf að ég ýtti einu frá og svo sá ég bara svona stól fyrir ofan mig. Nefnum það að gaurinn horfði fyrst og veist, eins og þeir eru oft að þá bara, herri já, ég ætla ekki að lemja konu, setti stólinn niður og labbaði út. Þannig að, en þá var ég bara, þetta var heimskulegt. Þannig hefði þú getað bara fengið stól í hausin og annarkoð drepist eða rótast. Já, þannig að maður svona, þetta var svona stundum of mikið öryggi. Veist, og ég alveg, veist, einhvern tímann var ég, þá var þetta ógeðslega að fyndi, en þá hugsaði ég bara, hvað hálfveit er ég? En þá var ég í Bónus og það var COVID. Og þá var eitthvað kall sem var að neita að vera með grímu. Blindfullur og erfiður og eitthvað og hann var mjög erfiður og löggan var á leiðinni en ég það var mikið af ungu fólki að vinna þarna. Ég fór ekki fyrir að löggan kom af því ég hugsaði bara, herri, ok, ef að ræðst á þau þá verði ég bara að gera eitthvað. Þú veist, að þetta voru bara krakkar að vinna þarna. Þeir gera ekki neitt. Nei, og ég bara svona stóð þarna og beið þarna í hálftíma þannig að löggan kom, hann sem betur fyrir réðist ekki á neitt, sko. En hann að maður stundum svolítið svona heldur maður geta alltaf bjarga heiminum af því að maður búin að ykkur parta íþrótt en stundum getur maður það, stundum ekki. Ég alltaf með það, sko, ég get hlaupið hraðar en þú og lengur en þú, ég get alltaf forðað mér í burtu. Það er nefnilega besta og ég alltaf aftur rosa erfitt með svona sjálfsvörnanámskeið. Mér finnst það, jú, þú getur sett upp geggjaflott sjálfsvörnanámskeið og eitthvað svona, en mér finnst þú vera alltaf að kenna svona annað en bara, herði, sparka í fokki pungina á honum og hlaupt í burtu, farað að æfa spretthlaup, skilurðu, eða langhlaup eða hvað sem áttur að hjálpa þér í því að koma þér í burtu, en ekki það, er hægt að taka gott sjálfsvarnar, en ég myndi segja alltaf farið og æfið íþróttina, það er inn í end það sem er að fara að gera ykkur sjálfsöryggi og það sem er að fara að hjálpa ykkur eitthvað, en að fara á eitt helgarnámskeið í sjálfsvörn það nær ekki svo langt. Nei, líka það, þú veist, í svona sjálfsvörna námskeiðin, það er enginn að reyna að brjóta niður allt sem þú ert að æfa fyrir. Nei. Þú veist, eins og jiu-jitsu fyrir að keppa, það er eitthvað gaur að fara að reyna að brjóta allt sem þú getur og ef þú lendir í alvörunni, þú veist, eins og sparkaði pungin og hlaupt í burtu. Já, nákvæmlega. Ég hef alveg kennt sjálfsvörna námskeið og jú, frábært að geta gert það og hjálpa þeim að líða vel á einhvern hátt, en ég segja alltaf bara eitthvað farið að æfið íþrótt, bara barða íþrótt, skiptir ekki máli hvað er í einhvern tíma til þess að fá raunverulegt smá sjálfsöryggi, sko. Já, því svona, hvað maður segja, svona vannmeti sjálfsöryggi í það, þú veist, að þú hefur séð alltaf mikið af bíómyndum og svona. Já. Þú veist, þess að ég kom hérna inn og þú veist, þá var ég alveg, ok, þú veist, stór og sterkur allt þetta, Kolka sýndi mig það, ég gat ekki neitt. Þú veist, þannig að þá er komið mitt, þú veist, eins og eitthvað svona alvöru aðstæður, þú veist, maður reynir bara að forða sér í dag. Já, þú ert ekkert að fara að gera neitt. Þú bara kemur eitthvað nýfur eða, þú veist, eitthvað á móti þér, skilur, þú ert ekkert að fara vera eitthvað hero, sko, þú veist, þú vilt frekar geta vakna með börnunum þínum. Klárlega, þú veist, ef það er eitthvað svona slagsmál og svona niður í bæja, þú veist, þú bara keyrir í burt og ferð og tekur ekki þátt í þessu. Hringja á lögguna, til þessu rúm. Herðu, hver er stæðsti misskilningur jiu-jitsu? Að það sé MMA, þú veist, bara svona almennt í þú veist, að ég bara þetta álit ISI og einhverja, ég veit ekki hvað stundum er í gangi. Þú veist, það er svo, fara alltaf að blanda MMA og jiu-jitsu saman, ég bara, ef við erum að horfa á Ísland, skilur, Ísland. Þetta er bara svo bilað, sko. Ég skil þetta ekki.
þú veist, og það svo, þú veist, þarna kemur inn pólitíkin, skilur sem ég nenni ekki ræðum en alltaf að ræðum, en hérna en þú veist, já, við veist það svo klikka, sko, og hérna, þú veist, maður að tekið þessa umræðu og það bara eitthvað, já, þetta ekki MMA. Þú veist, við erum, eina sem bætist við fótalásar, skilur við, frá judo. Þú veist, það ekkert eitthvað úr lengur í gólfinu og þetta eiginlega mun þægilegri íþrótt heldur en, þú veist, þú ert að fara að slasast miklu minna í jiu-jitsu heldur en judo, sko. Þú veist, ég búin að æfa bæði. Já, það ekki verið að fara að brjóta neitt að henda neitt svona eins og judoinu. Nei, en þú veist, jú, þetta getur við slasað í jiu-jitsu, ég ekki að segja það. En þú veist, það mun meiri líkur á að þú slasir þig eitthvað alvarlega í judo, sko. Já. En hérna, en já, mér finnst það mjög fyndin misskilningur. Ég stundum bara eitthvað, hvað er málið? Er fólk bara ekki einu svona að reyna að leggja á sig rannsóknarvinnuna hvað íþróttin snýst Ekki neitt. Það bara, veist það svo galið, sko, að því að kemur oft þessi umræða, sko, okkur jiu-jitsu sé ekki í ESI eða eitthvað svoleiðis, sko. Ekki það, for my part, bara flott að það sé ekki í ESI, en að því ég held að myndi breyta íþróttinu á margan hátt. Já, að fara í ESI. Já, og veist, það kemur inn þetta svona olympíu dæmi, sko, en hérna, en ég skil alveg að sumir vilja að fara inn í ESI, það er alltaf meiri peningar og fleiri styrkir og þú veist hægt að búa til landslið og allt þetta, sko. Já. Bara algjörlega skilja 100%, sko. Já. En mér finnst það bara svo áhugavert að geta komið í sjónvarpi og tala einhverja íþrótt sem þú svo bara veist ekkert eins og út af hvað gengur. Já, nákvæmlega. Þú veist, og maður bara svona býta, hvað meini? Þetta er svolítið vitlaust. Já, þetta er svolítið vitlaust, sko. En hvernig líst þér á kvintindi sem er að fara út? Til Noregs, er það ekki Noregs? Jú, geðveikt, sko. Bara, þetta verður geðveikt hjá þeim, sko. Mér finnst það bara ótrúlega gaman að við sem að taka þátt í þessu, bæði konuflokkur og kallaflokkur. Það var algjör snillt. Bara geðveikt, sko. Ég bara vona að þetta verði svo aftur. Við heldum að þetta verði heima? Já, 100%. Klárlega. Herðu, hvað er mesta spassi white belt sem þú séð og kynnst? Bara sem er bara eins og, Mesta spassi white belt. Sko, ég... Og þú mátt nafngreina hann eða hana. Klárlega. Sko, ég er ekki, ég hef lent í, skilur, spassi white belts. Ég hef bara betur fyrir, ég bæði þung og sterk, þannig að ég get oft stýrt þeim, skilur, en ég vorkinu oft léttari stelpunum miklu meira, sem að lenda í þannig, skilur, beltum. Og ég hef stundum bara verið á æfingu þar sem ég bara þurft að stoppa glímu, skilur, því að maður er bara what the fuck are you doing, sko. Bara þú ert ekki komin hingað til að verða einhver hvítbeltameistari, sko. Nei. En hérna, en ég man að það var vinkona minn sem var að æfa í Mjölni og ég veit ekkert hvað þessi gaur heitir. Nei. En hún var á æfingu og hann hoppar í gard og mölbrýtur á henni hnéð. Og ég bara, ef þú ætlar að vera þarna, vertu heima hjá þér. Bara, ekki slasa please. Það er ástæða okkur þetta er bannað. Já, það er ástæða okkur þetta er bannað, sko. Þú veist, það er alveg þannig. Og hann, sko, hann ekki bara brauta á henni hnéð, sko. Hann mölbraut. Hún mun aldrei ná sér í hnéðinu eftir þetta, skilur. Er hann eða þá efa? Ég held ekki. Ég held að ég hef tekið þessu umræði við eitthvað. Ég held að það hefði sagt mér að hann var ekki ennþá efa. Nei. Hann hefur kannski fengið... Hann hefur fengið að finna fyrir. Mér finnst það mjög líklegt, sko. Mjög líklegt. Já, maður hefur séð þetta með mölbrotin hné og svona, en þetta er náttúrulega að þetta gerist hérna heima. Já. Þetta er eitthvað sem að, við sáum þetta, það var hérna ungbarnamótið, þá var einmitt einn strákur sem var með bodylokk á honum og hann sest niður á hnéð og hnéð fór alveg, beglaðist alveg, en sem betur höfða strákur mjög liður og hann fann til í mjöðminni en slapp alveg, en Eiður, ég á vídeo á þessu og svipurinn og Eið segir allt sem segja þar, það var bara og ég hugsaði með mér, ok, það er bara allt farið, svo stóð hann bara upp og bara pínilt í mjöðminni, en hann er þá að keppa allt þetta. Mjög slett. Það er gott. Já, mjög gott. Herðu, við með nokkra spurningar í lokin. Já. Helgi Flex versus Staðisteinn í dag. Að keppa? Keppa. Sko, þú veist, ég elska Helga. Ég líka. En ég verð að segja Staðisteinn. Já. Þú veist, en ég elska Helga og hann er geggjaður og veist, hann gæti alltaf koma mann óvart, sko. Já. En Staðisteinn er þyngri, sterkari, kannski. Nei, ég veit það ekki. En ég segi Staðisteinn. Staðisteinn, já. Ólöf versus Rut.
Ólafur, þú ert að gera þetta erfitt. Þetta er erfitt líf. Þetta á að vera erfiðar spurningar. Ertu búin að gera þetta við alla eða? Já, það taka allir þetta. Shit, sko. Ég segi Ólafur. Ok. Eiður versus Bjarki Þór. Ég er nefnilega veit í Reykjavík gamma að Bjarki var að tjóka hann daginn. Já. En þú veist. En það er æfingu. Sko, ég bara hef ekki séð Eið keppa nú oft, sko. Nei. Svona sjálf, þú veist, ég er að hugsa svona keppnislega þá sem ég hef séð keppa. Þú veist, ég hugsaði bæði hinn svörum mín út frá því, skilurðu. Ég myndi, ég veit það ekki. Þetta er bara jafntefli eða? Já, ég veit það ekki. Aðalega út frá því, sko, ég sé Bjarka oft keppa, hann er náttúrulega klikkaður keppnismæður, sko. Keppnismæður. Þannig að, þú veist, ég myndi alltaf veðja á Bjarka, en ég bara, eins og ég segi, ég hef ekki séð Eið keppa nóg oft. Nei. Ég sá hann einu sinni keppa og hann var að ganga geðveikt vel, en svo slasaðist hann í úrslita, hvort móti Halldórlóa, ekki, man ekki alveg hvernig það var, en ég man að hann meiddist, sko. Þannig að, já, ég var erfitt með að svara þessari. Ok. Hafdís Vera versus Kolka. Ok, ef ég færi út frá keppnis, þú veist, þá myndi ég segja Kolka, sko. Já, klálega. Ég hef ekki séð Hafdísi Veru. Nei, ég hef ekki séð hana keppa nefnilega mikið, en hún er ógeðslega góð, sko. Já. Og, þú veist, það er ógeðslega gaman að glíma á hana. Já. Bara sjúklega gaman, sko. Bara einn af mínum skemmtilegustu æfingafélögum þegar við mætum saman á æfingu, sko. Já, klálega. Halldór Logi versus Stefán Fannar. Þeir eru náttúrulega jafnir. Þeir eru alltaf að keppa. Ég veit það. Þetta er svona bíf á milli þeirra. Þetta er alveg skemmtilegt, sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt, sko. Ég myndi segja Halldór Logi, hann er alltaf búin að vinna oftar. Já. Pétur Þorkels versus Ómar Jamak. Ómar, er það ekki? Ég held það, sko. Og nú er ég ekki að taka neitt af þeim, hinum. Þetta er allt geggjaði klímumenn, sko. En, Ómar er náttúrulega klikkaði keppnismæður, sko. Ég man alveg eftir að hafa hort á hann oft keppa. Já. Ég man eftir að hafa séð Pétur keppa þegar hann var að keppa Axel og eitthvað svona í gamla daga, þegar hann var ekki komið með svarta beltið. Já. Og hann var alltaf geggjað góður, sko. En ég myndi segja Ómar, held ég. Já. Ég tók mitt kvöld þar sem ég fór yfir Ómar Jamak og ég tók þessu gömlu myndbönd. Já. Því ég var ekki með þekking á neinum af þessu gaurum, þú veist, af því að ég þekki ekki þessu. Nei. En ég tók þetta svolítið mikið og Ómar er mitt búin að keppa rosa mikið. Já, svona bara fór hann eitthvað út. Jú, fór mikið út. Og hefur ekki verið mikið að keppa held í síðan, skilur. En hann er náttúrulega bara fáranlega góður glímumaður, skilur. Hann er það, þetta er svona eins og Villi Törtul, eða Villi Arnarsson glíma, hvað sem hann heitir í dag. Já. Ég hef búin að reyna að fylgjast mikið með húnum, það er bara ekkert mikið með húnum. Nei, akkurat. Hann keppir rosa mikið. Já. Herðu, eitt í lokin, hverju myndirðu vilja breyta og geti breytt einhverju í glímunni? Sem sagt, já, hafa þetta þannig að hverju myndirðu vilja breyta og geti breytt meira með sem sagt kallaflokka, kvennaflokka og þú veist bara hvernig myndirðu vilja geta stækka þetta? Gera þetta meira svona public? Erfitt að segja. Sko, mér fannst alveg geggjað, það var einhver tímann það sem að var að reyna að fá glímuna inn á RIG, Reykjavík International Games. Já. Það var á tímabili og það var að takast ágætlega að það átti að fá glímuna til að keppa inn á RIG, en það var pólitík. Mitt uppáhaldsorð í þessu hlaðvarpi sem ég ætla aldrei að tala um en tala alltaf of mikið um, en það varði eitthvað til þess að það stoppaði, en ég held að það hefði verið geggjað. Og svo fannst mér Unbroken vera algjörlega frábært konsept og vakti alveg athygli og smá leiðilegt að það hélt ekki áfram. Já, mjög. Mér fannst að ég keppti á því, það var fyrsta mótið sem ég keppti á og nefnbrotnaði. Já, ok. Geggjaða minningar. Það voru minningar. En mér fannst það mjög skemmtilegt og það var svona skemmtileg hugmynd. Auðvitað, hefði verið hægt að læra á fyrsta árinu og tvíki eitthvað, en með grunar að það hefði verið svolítið bara Pétur sem að hafi séð þetta og hann svolítið hætt og enginn tekið boltan. En mér fannst það algjörlega, það var klikka gaman og gaman að keppa þarna í Tjarnarbíó og klikku stemning og þetta var bara æði, skilurðu. Þannig ég var til að sjá það aftur og mér fannst það alveg vekja athygli og það var hann á tímabili því ég bjó allavega fyrir norðan, þá var oft verið að halda eitthvað svona,
collab-mótið eða eitthvað, þú veist, það sem voru svona submission only glímur eða eitthvað svona superfights eða eitthvað svo það var ógeðslega sniðugt. Já, ég ætla að vera með svolítið superfights í sumar. Já, frábært. Mér finnst það held ég, það sem að fara kannski að vekja einhverja, þú veist, athygli, gera, þú veist, jiu-jitsu að meira svona public sport eða hvernig sem við viljum orða það, sko. En ekki það, ég held að jiu-jitsu gangi alveg það vel in the end miða við margar aðrar bardaíþróttir, skilur, þú veist, af því að það tekur vel á móti öllum. Þú veist, þú getur verið 46 ára, bara hérna, 2 barna faðir, þú veist, og bara eitthvað, hei, ég ætla að byrja í jiu-jitsu, það er ekki hugmynd, þú veist, en þú gerir það ekkert endilega í judo til dæmis. Nei. Þú veist, og það er það sem ég elska við jiu-jitsuið, og ég man það var einhver sem var að spyrja mig um daginn, sem var eitthvað svona, herði á, sonu minn, hérna, er búin að vera að æfa, þú veist, taekwondo, komið svartbelti, langar að gera eitthvað nýtt, hún eitthvað svona, ég sá að þú varst svartbelti í judo, og ég var alveg svona, já, veist, mæla alveg með judo, ekki skemmtilegt, en það er alveg smá erfitt að komin í judo, komin á einhvern aldur og ætla að byrja bara upp og nýtt. Það er alveg erfitt, þú kemst ekkert endilega á eitthvað byrjandanámskeið og það er, þér er bara hent fyrir úlfana, skilur þú veist, þannig séð. En jiu-jitsu er svo mikið, af því að það er svo fjölbreyttur hópur og það er alltaf grunnnámskeið og það er alltaf einhver hvítbelti á æfingu, það er alltaf einhver til að hjálpa þér, þú veist, hjálpa þér að verða betri og eitthvað svona. Þannig að ég myndi segja að jiu-jitsu er alveg á frekar góðum stað. Já. Þú veist, það er meira þetta, viljum við gera jiu-jitsu að einhverju svona afreksíþrótt, skiljuru, eins og þessar ISI-íþróttir, þar sem eru eitthvað landslið og við erum að senda eitthvað landslið út og við erum að vekja athygli eins og, þú veist, þetta kvintadæmi, skiljuru, sem er náttúrulega kannski ekki alveg landslið, en þú veist, mjög skemmtileg hugmynd og þetta er hópur og hérna, bara valið vel inn í hann og allt þetta, sko. Viljum við fara þangað, þú veist, þar sem að við kannski munum þá hafa áhrif á kultúrun okkar, þar sem að verður meiri pressa að, þú veist, bara, hei, þú er byrjar að æfa, þú ert að keppa, þú ert að vera bestur, og það er það sem gerist í júdónu. Það bara, þú kemur inn, sérstaklega að stelpa, bara kemur inn og það bara, hei, stelpa, æfa, ok, herru, þú er að keppa, bara eitthvað, búin að fara 3 æfingar og bara, verður ég að keppa? Þú veist, þetta er svona, en í jiu-jitsunni er þetta svolítið, þú veist, þú ert á þínum forsendum að gera það sem þú vilt gera. Auðvitað getur vilja að vera bestur eins og Stefán Farnar og vilja að gera, skilur og bara fundið þér styrki og farið út, keppa, þú veist, bara gera þitt besta og fólki kringa stiðja og allt þetta. En ég held að þetta sé alltaf svona, þú veist, ég vil ekki endilega að jiu-jitsu fari þessa leið, en ég skil alveg suma að þeir vilja koma að jiu-jitsu ef þú skilur hvað ég meina, þú veist, en ég held ekki endilega að sé besta í stöðunni. Nei, ég myndi vilja hafa þetta svona en þú veist vera þá með eitthvað fyrirtæki sem styrkir í keppnisferð og slíks, eins og Stefán Fannar þá, af því að okkur vantar svona ofurstjörnur í þessa íþrótt. Já, og alveg sammála því, skilur, þú veist, það vantar kannski meira gulrótina fyrir yngri krakka að sjá fyrirmyndunar og eitthvað svona, sko, sem er að fara út að keppa og þú veist, er í landsliði eða þú veist hvað sem að það er. En það þarf þá að skipuleggja það rosalega vel og hvernig þú ætlar að gera það. Þú veist, af því þetta er flókin íþrótt upp á það að þú keppir í beltaflokkum. Þú veist, í júdó er þetta bara, þú veist, allir keppa á alla. Það er ekkert eitthvað, þú veist, ekkert eitthvað bara hvítbelti að keppa á hvítbelti, sko. Það er bara all or nothing, sko. Þú veist, af því að þar ertu bara að sýna fram á og sért bestur af allri púljunni, skilur. Það skiptir ekki máli hvaða levelið þú ert á. Þannig að þú getur ekki gert það í einhverjum svona ólympíu íþróttum að vera með eitthvað hérna hvítbelti, bláttbelti, þú veist, það virkar ekki. Þú veist, ef að íþróttin ætti að fara inn á ólympíuleikana, þá væri það bara með 1 flokk. Já, það þyrftir bara að vera svartbelti þess að geta. Í raun og veru, ekki nema að þú væri bara ógeðslega gott brúntbelti, skilur við eitthvað, þú veist, allt í góðu. Þetta er svona bara að keppa erlendis, það er blábeltisflokkur, aldursflokkur, masters, þú veist, það er svo mikið þannig. En er það bara í júdónu, þú ferð út og þú keppir bara við heimsins bestu? Já, og þú ert bara, ég meina, þú veist, eins og fyrir mig til að komast á ólympíuleikana á sínum tíma, þú veist, ég var alveg að reyna það, skilur við, að þá hefði ég þurft að vera bara topp 5 í Evrópu. Þú veist, ég hefði bara þurft að vera þar. Topp 5 í Evrópu og erum að tala um að Evrópa var sterkasta heimsálfan, skiluru. Þú veist, auðvitað náttúrulega Japan og allt það, skiluru, svo heimsálfa hana, þú veist, náttúrulega alltaf að fara að vera ógeðslega erfið en það var bara, þú veist, og ég man alltaf að ég var í Kanada
og af því að það var á því tíma sem ég var að reyna að komast inn á Ólympíuleikana og þá voru stelpunar alltaf bara, herðu, þú eru bara að flytja til Kanada. Já. Ef þú gerist þetta kanadísku ríkisborgari, þá þú bara að fara á Ólympíuleikana. Já. Af því að það voru bara ekkert það margar, það góðar, að ég hefði verið í topp 5 þar. Já. Eins og hérna heima, það engin, hefur ekki eitthvað farið á Ólympíuleikana hérna frá okkur? Jú, Þormóður og Bjarni Friðriks, Venni, þeir eru fleiri, sko. Já. Og í gamla daga var þetta náttúrulega þá nóg að verða Norðurlandameistari. Já, til þess að komast inn. Til að komast, svo breyttust reglunar. En eins og Þormóður hefur komist 2 bæðskiptin á, held ég, wildcard, en hann komst alveg frekar ofalega, skilur, á heimslistanum. Já. En ekki topp 5 í Evrópu, skilur. Nei. Þetta eins og með jiu-jitsu, þú veist, að fara út og keppa á svona stóru. Við erum Evrópumeistaramóti, við erum ADCC, allt þetta. Og þá myndi geta allir farið þangað. Já. Það eitthvað kröfur og setja eitthvað bestur í heimi. Nei, akkurat. En það ekki, eins og heimsmeistaramóti, þá geta allir skráð sig, skilur. Já. Bara, en man ekki hvort segja svona 2 frá hverju landi eða, eitthvað þannig, skilur. Já. En þá geta eiginlega allir skráð sig, en það bara náttúrulega ákveðið margir frá hverju landi, og maður getur verið bara eitthvað 10 stykki frá hverju landi, þá væri þetta bara eitthvað 10 daga mót eða eitthvað. En þá það eitthvað svoleiðis. Ég man ekki hvort það séu 2 frá hverju landi í hverju þyngdarflokki sem mega, skilur, keppa. En ég man eins og því ég fór, þá var það bara ég og Þormóður, ég er mínu 70 og hann í pluss 100. Já. Þannig að já. Þetta erfitt. Það ætlar að keppa eitthvað í sumar? Ég veit það ekki. Ég bara, þeim tímapunkti í lífinu þar sem að ég er svo mikið að hugsa annað. Já. Og eins mikið og ég, minnst ógeðslega gaman að keppa, en ef ég ætla að keppa og vil ég gera það vel. Það er ekki það að ég þurfa að vera í besta formi í heimi eða eitthvað þannig, sko. Nei. En, ég vil samt vera þannig að ég sé að æfa að einhverju leiti, allan 2-3 í viku, þar sem ég er svona, að sýna fram á að ég sé, að halda mig við. Já. En ég mun keppa aftur í jiu-jitsu, ég get alveg sagt það. Ég held að ég er ekkert búin að gefa það eitthvað upp á bátinn, sko. Langar alltaf einhvern tíman að fara út og keppa bara í einhverjum svona master. Já, ég er komin í master 4 eftir 3 daga. Já, ok. Þannig að, en það var alveg gaman, þá myndi ég alveg vilja keppa okkur í stóru móti. Ég hef aldrei keppt sem svartbelti úti, sko. Nei. Ég hef keppt úti, grappleskvest eða eitthvað. Þá var ég bláttbelti. Ég man ekki. Ég veit ekki, svo er ég búin að keppa svo ógeðslega oft úti bara, í júdó, en ég man ekki einu hvort ég hafi keppt aftur úti, örugglega. Það skiptir ekki máli. En já, en mér langar alveg að gera það ekkert. Já, ég er með Evrópumeistaramóti næst og svo heimsmeistaramót. Já. Ég ætla bara að klára þetta fyrir 50. Já, geggjað. Það taka keppnisfyrir mig til 50, svo ætla ég bara að slaka á að fara þjálfa eitthvað. Geggjað plan. Herðu, takk hérlega fyrir komuna. Herðu, takk fyrir mig. Gaman að fá þig. Bara takk fyrir að bjóða mér. Já, við sjáumst á æfingum. Við gerum það.